Komið þið sæl og blessuð, Elko-deildin komin tilbaka, hættu að hlæja mig. En við erum að djóka mér á mánudag, útborgunardagur, plus 15 gráður úti, Elko-deildin. Það er það geðveikt og Fortnite að hefjast. Það er Elko-deildin. Já, Fortnite Elko-deildin að hefjast. Árfann heiti ég og með mér er Gunnar Björn. Sjálfsýris og Hvítur Hrafn. Herði, við vorum að tala um þetta bara rétt fyrir lokun. Vanalega var ég hérna í sófanum. Já. Ég er búin að Ég er búin að uppgriða það. Nei, Já. við erum búin að downgrida, mástu. Nú? Já, alveg rétt. Það var verra að vera í sófanum. Nei, það var betra að vera í sófanum. Betra í sófanum. Það er kannski lægri staða, þanniglega skilur, ef maður fær að sitja og yfirleitt var klaki í vatninu og... Já, það er rétt. Við erum ekki svona konum í vasklas hérna. Nei, hvað er það? Ángríns. En já, hvað erum við að fara að gera í dag? Spila Fortnite. Eða horfa á Fortnite, þetta var. Já, við erum að fara að lýsa. Það er solo mode. Sól og mót. Næstu 4 mánudaga þá er solo mode. Við erum svo bara beint dúos, eða hvernig er það? Hvað segirðu? Við erum svo bara beint dúos, eða Já. bara stiga aftur. Ég held að segja solos 4 vikur, duos 4 vikur. Svo er eitthvað að vera að skoða með þriðju. Það gæti verið eitthvað svona leyni öðruvísi. Þannig að stay tuned Þið fyrir vitið bara hvar þið láta vita ef þið viljið eitthvað ákveðið. Já, já. Bara Discord. Já. Instagram. Bara láta til. Er ekki TikTok með message? Jú, bara segja einhver staðar. Komið hérna á hring- banki og gleri þessum. Hringið í Gauta, númerið er. Setjum við henni upp á skjáin. Já. Já. En það verður eitthvað, já, skemmtilegt framöndan næstu mánuði. Já. En við byrjum bara á þessu sólumóti.
og það er ekkert grín verðlaunin. Veistu hvað er mikið verðlaun á fjö? Hvað er? Fyrsta PR, Fyrsta sæti 50.000. 50.000. annars sætið er 30. og þriðja sætið er 20. damn. Þetta er 100 skall fyrir top 3 efstu sætin. Mér er nefndar það líka, það er ennþá opið fyrir skráningur. Já, það má ekki gleyma því. Þó að við séum að byrja í kvöld. Segjum þú sért heima núna inn í stofu og varst að flétta yfir rásirnar og þú sér strax að það er Fortnite í beinni hérna. Þú skráir þig. Leið. Bara, Þú ert búinn að halda partíi þegar þú sér að þetta byrja. Búinn að hringja í vini, ferðu beint í þinguna morgun og skráði þig. Já. Það er alveg hægt að koma, ok, segjum núna að þú myndir missa fyrstu vikunni. Þú mátt koma inn í viku 2. Já. Og við höfum séð fólk gera það og jafnvel bara augra strax. Já. Þannig að Það er þetta bara fyrstu 5 sætin sem er að ná inn í einhvern stegum. Það er svo auðvelt verið að koma inn á kvöldi 2 og ná bara inn 7. sætinu skilur. Já, 100% sko. En núna ert þú ert ekki búin að vera hérna svo lengi, maður veit ekki hvað maður að segja við þig. Nei. Það var stór stjarna á Vígvellinum. Jú. Ég veist að koma tilbaka í stúdíói. Já, ég náttúrulega byrjaði hérna, byrjaði að lýsa eftir ferilinn minn. Þeir byrjaði þinn vegur. Já. Ég ákvað að taka þátt í einu móti hérna. Gekk ekkert rosa vel. Var það ekki 2? Jú, þau voru 2. Já. 1 sóló og 1 tríó. Þú þátt í sóló og dúó. Já, jú. Ég var dúó en dúópartnerinn minn hann datt alltaf út. Þannig ég var í raun sóló í dúó. Hann datt út. Já, það var eitthvað netvandamál. Já. Það var engi mílu. En jú, ég er búinn að hugsa þetta season, þá verði ég bara hérna að lýsa. Ég er búinn að sakna þín. Já, ég líka. Já. En þeir eru búin að hlæja mikið en að síðastliðin hálftíman. Já, við eiginlega hlóðum of mikið. Við Já. erum búinir með brandarunum okkar, sorry. Já, við vorum eiginlega að tala um að við hefum bara átt að fara beint Já. í rekk, sko. Næst ætlum við að mæta bara 18:59. Já. Settu okkur headset. Ekki búin að tala við því í viku. Já, ándjóks samt. Við þurfum bara að gera það. Þú veist, annars erum við vorum að klára fullt af brandurum að náða, Það er ekki gott, Við vorum geðveikt fyndnir. Við sem ekki utan myndverðan þá erum við ógeðslega fyrir. Já. Þú veist, við erum búin að fólki hérna er sko grátandi það hlæði svo mikið. En hverjir eru samt að keppa á þessu móti? Fullt af fólki. Já. Einhverjir sem hefur séð áður. Spurði mig hvort að Kristósi kom tilbaka. Er hann kominn tilbaka? He's back. Nú. Spurði mig hvort að Kristósi kom tilbaka. Er Kristó kominn tilbaka? He's back. Nú? Spurði mig hvort að F.A. Stöffi kom tilbaka. Er F.A. Stöffi kominn tilbaka? He's back. Nú. Berki Panda, spurði hvort hann kom tilbaka. Er hann kominn tilbaka? He's back. Hvað er bara að taka allan listan svona? Dana 13, spurði mig hvort hann kom tilbaka. Er hann kominn tilbaka? Nei, ég vissi það Já. en ég hélt henni að djóka áfram. Já. Fyrir þig. Já, takk. En það er þannig fullt af kunnlegum nöfnum mínu. Já. Alli Bliki, Gnar, Dr. Hákon. Svo er líka fullt af nýjum TikTok mögsis. Hefur séð það áður að? Nei, Nei. skemmtilega nafn. Ólís Hyper, ég hef ekki heyrt það. Það er bara... Hjálmur 67. Er það blöðrugæinn? SS-bíl? Það var hreint Þjarkur. Þjarkur, alveg rétt. Það var upp á spilarinn minn. Já, ég elska hann. Svo reynda bara leið og tóku blöðurinn út myndir í. Já. Dippaði hann sko. Fyrir ykkur sem vita ekki þá var Þjarkur elsti spilarinn sem við nokkuð tíma fengið. Hvað var hann? 63 eða eitthvað? Slappaði á 47 eða eitthvað. Limur aðeins. Já, ég ætla að lifa henni eitt. Já, ok. Slandir af manninu það. Svo erum við með eins og fullt af nýjum nöfnum, svo Quokka. Hvað lestu það? Já, þú voru bara leitið og þið skulle finna. Quokka, já, Quokka. það er svolítið svona, það er öðruvísi. Ég er hún 30 ára gamall og ég er hún að fara að segja upp átt Sorlif B. Snail 99. Hann er hérna líka. Jónas the Goat. Jonas the Goat. 0. TikTok mögsis. En ég hins vegar er samt alveg 100% því með hverjum ég held. Viltu gíska? Það er gíska. Já. Þú ert náttúrulega grjótharður fylkismaður. Jú. Þannig ég ætla að skjóta á að það sé, þú veist, það er Alexi Fylkir, það er Fylkir Alex, Fylkir Andri. Fullt af fylkismennum. Það eru margir annað frá Fylkir, sko. Já. Fylkir geta alveg verið að sýna sér núna á þessu móti. Þetta er það sem ég var að tala um í fyrra samt. Akkur er ekki bara allir frá aðaldafélagum. Hérna. Já, ándjóks. Nægis Það ekki. verður gaman. Það verður gaman að sjá bara Þannig að ef þú ert formaður aðaldafélags, hvað ætti að gera? rífðu þig í gang. Já, skráðu. Já, skráðu bara liðið sem er að æða hjá þér. Já, en Fylkir Gunnar, ég held með honum. Fylkir Gunnar. Nafni og ég var að þjálfa Fylki í Fortnite. Já, þetta er bara þú. Þetta er ég. Já. Ég fer bara hérna fyrir aftan Já, og verður að lýsa. þú ert að spila á tölvunni sem er hérna undir. Já, þetta verður einhvern veginn þannig.
En hvað hérna, ef að þú er núna lendi í sólásmót upp og nýtt eftir það sem við sáum í fyrra, sem var náttúrulega geggjamót, myndur þú reyna að spila það öðru sem þú spilaði það í fyrra? Ertu að fara að gera eitthvað nýtt núna? Sko, búin að horfa á að læra? Já, ég er búin að horfa að læra. Já, ég væri örugglega með aðeins öðruvísi taktík. Ég held ég myndi lenda nær miðjunni. Ég var svolítið oft að lenda í svona krummaskuðjumanni. Já, svona köntunum og maður var alltaf að lenda í að hitta einhverja svona á leiðinni í miðjuna. En hvernig er það þegar þú helst því gameplani allt mótið? En þegar það er búin að ganga í þú skipti, okkur ekki bara breyta þess til? Já. Svo þjálfari í United, hann er fastur í svona kerfi, getur ekki neitt, breytir ekki til, heldur hann getur ekki neitt, ótrúlegt. Það er rétt. Þetta var eitthvað voða klaufalegt, ég man ekki alveg allt, en ég man samt að við ákveðum að stikka við að lenda bara á sama stað. Við hefðum getað lent einhvers staðar annars staðar, en svo var ekki. Nei. En núna, þetta skiptið, þá var ég myndi lenda nær miðjunni. Bara safna og bara fela mig. Já. Sérstaklega svo núna, ég er ekki alveg með tölun á því hvað er margir skráðir, en þetta er í kringum hálft lobby örugglega, skilur við, eitthvað þar. Ég held að þetta muni spila þannig, ef þú deyrð núna snemma, þá ert í ljótu málum framhaldið að gera rauninni. Já. Sérstaklega ef þú komið með gameplan sem er ekki að virka, þá ertu að vera snöggur að taka ákvörðun. Já, hvort þú ætlar að halda það ekki. Já, af því að þetta er það fáið leikmenn rauninni núna að það er minna svigrúm fyrir mistök. Já, vissulega. En síðan er líka spurningin eins og er vanalega, það er ekkert rosa mörg stig fyrir fellu. Ekki bara eitt stig fyrir fellu. Jú, 1 humble stig. Já, það er langflesti stigin bara fyrir að komast sem lengst. Já, það er ef ég væri núna að fara að lenda hann inni og sem betur fyrir ykkur áhundur, þá var ég ekki að því. Nei, þá var þetta bara búið. Já, þú getur bara labbað með peningi núna. Já, það getur bara lagt inn á mig. Já, það var einfaldara. En ég hugsa samt að ég myndi bara enda ykkur runna fara að poppa Já, það er sniðu. Þú veist, byrjaði samt að safna, þú veist, 500 eða hvað, myndir þú bara verið í runnanum ekki neitt? Nei, ég er að tala um, ég myndi bara fela mig, helst láta lítið fyrir mig fara, skilju, að farma eða whatever, og ef ég er búinn að maksa mig. Já. Ef það er ennþá allir eftir, þá myndi ég vissulega bara planta mér einhvers þar að vera það, sko. Já, við viljum sjá marga komast langt, eða ekki? Viljum við ekki sjá svolítið svona, það verður örugglega svona rólegt fyrirpartinn, svo verður actionið í endan, eins og við erum vanir að sjá. Já, eins og við sáum bara byrjaði aðalega, það trend byrjaði í Trígos og að mínum var það skemmtilegast að mót sem við hefum bara haldið, sko. Já, samanlega. Ekki þöksu þér. Nei, ekki, ég var samt að, ég gerði eitthvað fyrir það. Já, þú gerði það vissulega. Já. Maður varst með Lester og Emil í því það ekki. Jú. Já, ég man að þú Þið voru nú alveg með nokkra glóríu, sko. Já, við vorum held ég alveg 5. sæti eða eitthvað. Þið voru ekki 5. sæti, þá hefði ekki með tattoo. Nú. Þið voru ekki þar hann í kringum. Já. 7., 8. eitthvað líka. Það er rétt. En töfrar. Já. Það var næg með ykkur. En heldurðu að loka spretturinn núna verði svona, ef fólk að fara að byggja, svona reyna að ná high ground, reyna að ná toppnum yfir aðra, eins og við sáum oft Kristó. Já, hann er náttúrulega Kristó. Já, Kristó gera. He's back. Hann er back. Hann er bóttið að fara að gera það. Já. Ég næst ég lofaði eitthvað til fyrirfram að hann verður komin på topp. Bæði í stigatöflinu og í late game. Þá verður hann á toppnum. Já. Ég veist það ekki ólílegt, sko. Ok, hann er kannski bara heima í sætinu sinni hlæjandi núna. Já, skellilegandi. Veit nákvæmlega hvað hann er að fara að gera. Já. Hann vissi það fyrir í fyrra hvað hann ætlaði að gera, sko. Hann fekk mail. Já. Og allir hinir líka að fá sama maili, sko. Það vita allir hvað hann ætlaði að gera. Já. En að stoppa hann eins og annað mál. Já, ég mér að heyrt, sko, hann er bara að segja hvað hann lendir, hann er bara komið. Já. Hann er ekki hræddur. Nei. Hann er örugglega búinn að synda, hann er ekki syndmaðurinn. Nei, það er DNA hans. Við tölum ekki hann er ekki hér. Nei. Það er enginn að synda. Nei. Hættulegt, kalt. Rétt. En já, þetta er áhugavert bara. En hvernig leggst þetta í því samt eins og það nýja format 4 kvöld? Já, ég er svolítið spenntur að séu 3 leikir í kvöld. Við vorum alltaf bara með 2. Ég hefur ekki fattað það er gæðið. Já, þannig að við erum bara með meira action í leikjum. Já. Töða minna, en samt alveg jafn lengi, bara inn í leiknum. Já, sko, mér er það illa með vegið að taka af mér töð, sko. Já, það er þetta rétt. En ég var að fá ég það, við erum að fá,
Það styttist í rútuna. Það er verið að fylla á tankinn, kíkja á olíuna. Já. Það er bara ready to go, sko. Þannig við erum að tala um það bara, sko, þú ert heima í stofunni, núna að hoppa upp og náði drykkin eða hvað sem þú ætlar að taka með. Hlauptu niður. Já. Niður? Ferðu upp og styrir að sækja drykkin. Já. Þetta er tveggjaði hús. Já, alltaf. Hvað ætlar ég að búa ykkur að minna það? Nei, nákvæmlega. Sem er að horfa fast. En já, hérna sjáum við einmitt rútuna vera að fara af stað. Herru, við erum bara komnir. Við erum komnir. Þetta er ekkert grín. Fyrsti leikurinn er hafinn og við erum á Alex. Nei, við erum á Wish. Já, I wish. Spurning sko, já eins og við sjáum hérna. Nei, nú bara þurfum við að gíska hver þetta er. Nei, þetta er Wish, hvað meina? Já, ok. Þú búin að átta þig á nýja höllinu eða? Nei, ég var reyndar bara að sjá það núna. Þetta er eitthvað öðruvísi. Hann er að lenda hérna í, hvað er þetta, Star Wars þema? Það væri rosalega gott fyrir manni eins og mig sem er ekki alveg up to date hvernig mappið lítur út og hvað allt heitir, sko. Já. Er engin leið að fá mappið upp í, hérna, höllið það? Þeir eins og alltaf, margt breytist ekki neitt. Nei. Þeir inni hlusta ekki. Það er rétt. Við fáum ekkert að sjá hérna byssunar eða neitt núna. Nei. Þetta er svolítið öðruvísi. Þetta er eitthvað í vinnslu, þeir eru að brugga eitthvað hana. Já. Bræðir. Við gefum þeim séns. Þennan mánudag. Já. En ef það verður næsta mánudag. Já, þeir eru náttúrulega riðið garðinni. Já. Það er alltaf lengur frí og gerir ekki neitt og búr inni við og eitthvað. Já. Það er rétt. Eins og sjáum við upp í hægra horninu, þá er þetta leikur 1, umferð 1 í Efka-deildinni. Þetta eru 4 mánudagar ef þú varst að kveikja á sjónvarpinu. Hvað var þetta á kassan? Það var 12 leikir? 12 leikir. 3 og 4 eru 12. Vákar, sko, svarfræði maður. Já, þú svaraði spurningunni. Ég sundurliða hana. Ég greind hana. Já. Legendary. Hvað ætlaði að segja? Ég sagði þú mynda bara þekk svarið, fór samt að velta steinum. Það er áhugaverð nálgun. Já, ég fór yfir. Það var að passa sig. En já, það er spurning hvort það sé aðrir á mappinu einhvers staðar. Það væri skrítið að hann væri beig. Það gæti alveg verið mjög skemmtilegt. Nei, hann er komið að tala saman. Ha? Canyon Crossing, maður. Strákarnir inni eru búin að græja þetta. Ég hafði alltaf trú á ykkur. Já. Það var engin efi. Þetta sko, ég fíla launchpad, eða jump pads. Hvort fílar er betur, jump padana eða launchpadana? Ég er ekki launchpadana geggjaður. Þegar það var ekki slott, þegar það var svo trappdæmið hana. Já. Þá var þetta náttúrulega geðvig. Mér finnst þessi góði, sko. Þú ert ekki að taka fallíðina. Þú getur skotið það bara. Já. Fallíðin er stundum ótt að rústa manni, sko. En þetta er slott. Já, ég veit það. Þetta er samt, sko, mögulega mun hann vera að nota þetta snemma. Já. Nota þetta í rotate, skiptir þessu út fyrir eitthvað annað. Eins og sjáum, þá er hann ekki mjög nálægt hann að einum hann á mappinu. Gula. Hann er guli. Já, hann er guli. Já, músin er ekki gæi. Nei, mís er ekki með gæjar. Nei. En já, Ísar X, hefur þið séð þann áður eða? Mér rámar í nafni, sko, en ég er ekki alveg 100. Nei. Sko, ég er alveg á því að ég ætla að opna þetta Lúkalúk nammi núna. Ég með langar í eitthvað. Já. Hörðu. Leiðu við förum af viss, þá mætir hann Bjarka fandu. Já, þetta getur vel gert hjá Bjarka að fara tilbaka. Viss heldur pressunni. Í þessu, hann bara dippa þeirra. Sér, einmitt það sem ég er að tala. Já. Pattanir. En Bjarki gæti verið koni í rugglið. Ekki alveg kannski shotgunnið til að hann er ekkert, Viss er ekkert með eitthvað bestu byssur í heimi til að vera að skjóta svona út í burtu. Nei, eins og Bjarki er að reyna að gera. Þetta, þú átti ekkert að vera slást núna. Nei, hann er að bugga bara. Já. Þú veist, Bjarki er farinn en Viss gefst ekki upp, sko. En mér finnst það áhugaverð nálgun að Viss að taka hann að slag, því hann er ekki vel vopnaður. Nei.
Ég veit ekki alveg, betur hann meiðir samt þarna. Þetta einhver ný byssa. Það einhver litlu á honum. Új! Bjarki í alveg mjög miklu hættu. Nei. Hann bara vill ekki slæginn. En ég held að hann leið og hann neyðist að taka hann og þá... Sko núna ef ég var Bjarki, ég myndi bara keyra. Já. Þú erum búin að bakka. Þú erum að keyra núna. Það því Wish ekki... Nei, Wish vissulega með 150 HP meðan hann kannski í kringum. Þeir eru mjög svipaðir sko. 100 sko. En það þarf eitthvað að gerast, þeir eru ekki með hvítt. En 52 úr þessari fjarlægð. Er þetta ekki shotgun? Bjarki Æjæjæj! Er þetta fyrsta fellan? Þetta fyrsta fellan. Nei, þetta ekki fyrsta. 26 eftir að 31. Við ekki við... Bjarki er það tæpur á að ná þessu. Já, þetta hefði verið þreytt fyrir Wish sko. Þegar ég að smakka hérna. Smjatta það nú fyrir. Vil þú smaka? Ég ætla að smaka. Spurningin er, hvað ætla ég að smaka? Það er hjálmur 67. Góður aðeins. Þessi byssa er grunnlega eitthvað... Nei, hann skiptir henni. Hann skiptir henni strax og ég ætla að fara að hrósa henni. Það taka alveg rugl mikið á henni með að fjarlæðir á þér sko. Já, það gerði 50 að það voru einhver rosalega fjarlæg. Ég var einmitt að fara að hrósa byssunni á skiptir. Sjöðu, þetta er það sem þú voru að gera núna. Hoppa og bara setja þenni í eitthvað hús og býða. Já, rauninni. Þannig raun og verið með bara allt sem hann þarf, skilur við, okkur að vera... Já, veist hvað hann að gera. Þarna er þessi... TikTok mörg... Og Sorfil B. Sneið. Þetta eru 2 nýjur sem við ekki séð. Já. Og Sorfil B. Sneið kom með fellu. Nó. Já. Ætla hann skjóti? Nei. Herri, þarna sérðu að hann er með 2 launchpad í slottinu, eins og þú ert að tala um. Já. Þér finnst þetta... Myndið þú vera að vinna með svona? Þegar þú varst eitthvað aðan eitthvað, þetta er í slottinu. Nei. Af því að ég finnst þetta er slott. Hvað myndir þú vera til dæmis átt í slæðinu? Hann er með shotgun, AR. Hvað viltu? Heals? Hvað viltu? Meira heals? Já, sko, ég er SMG-kall, sko. Þú vilt hafa 3. byssuna? Já, mér finnst gaman að taka fylgta skotið með shottunni og... Ég skil þig. Og sprayja þig, sko. En hugsaði núna, viltu vera með SMG eða 2 launchpad seint í leiknum? Sko, seint í leiknum myndi ég vel með launchpad eða. Já. Á þessum tímabúti ekki. En þú getur ekkert bara ákveða að fá... Ég get það vís. Að fá 2 launchpad eitthvað seint í þetta. Hvað er hann með? Þetta er einhver ný byssa. Það eru margir að nota hana. Hann er með Legendary... Hann er með Mythic. Hann er með Mythic. Auðvitað Wish byrjaður. Er Wish nýi Denas eða? Hann er nýi Lester. Já, Lester. Hélt bara 2 alltaf. Ánægðu samt með hvað eru margir á... sem er ekki fallni. Já, líka skrítið, það eru rosalega óhentri við svona. Það er víst orðið eitthvað nýtt, bara að bíða bara þarna inni og þú getur mist held ég hátt í sko 600 áður en og verður veikur á storminu sko. Herru. Álfur. Það er að 3. slagsmál. Herru. Hann nær niður. En Hjálmar. Hjálmar! Þetta er ekki Hjálmur. Þetta er Hjálmur. Hjálmar, það er gott. Hjálmar! Þetta er eintala. Þetta er Hjálmur. Nei! Finnur einhvern vinkilan á hann. Já, þetta var... Það er enginn annan stöff í. BBL F á stöff í. Ánæði með hjálm. Já. Beið bara að einhvers rólur, en akkur það eru rosalega margir þarna. Hún er líka bara með 2 elko-deildar veterans á sig. Gabbi að mæta,
Stuffi ofan á sér, undir sér núna. Gabbi vill ekki láta heyra í sér. Hann væri til dæmis búinn að geta hitt Stuffi núna. Ef þú ert Gabbi núna, ertu ekki að bíða þegar þeir eru búin að slasa okkur annars smá? Jú, leifa hann svona aðeins. Jú, það er rétt. Vinna vinnuna fyrir þig. Já, það er alveg hárétt hjá þér. Óþarf að vera að gera eitthvað. Ætli hann mun ekki bara láta sér hverfa. Nei, hann virðist vera að ógna eitthvað hérna núna. Er það fjórði? Stuffi kýs að taka ekki einhvern þátt í þessu. Gabbi mætti bara. Jú. Gabbi tók bara við. Hann sagði, má ég vera með? Auðvitað það vera níðast á hjálm. Já, þetta er... En þetta sniðið til Gabba? Nú er hann búinn að taka eitt big pot. Eitt stóran. Hann á 2 í viðbútt. Já, fyrir hvað? 1 stig? Já. Ég er ekki alveg kláraði hvort hann líka hafi orðið eitthvað reglubreytingar eða eitthvað svoleiðis. Við þurfum að fara yfir það kannski á eftir eða næst. Já, með stíginn? Já. Og mjögulega þarf bara að skoða það eitthvað þegar þetta er ekkert... Vist tekur út Sigmar. Nú. Fylgir Alex hérna að gera F á Stuffi að bráð. Ekki tala á Alex. Býður hérna vel eftir honum, sko. Hérna er eitthvað ný dýr bara. Það er nýðast á Stuffi. Já. Hvað er þetta? Þetta er eitthvað ný. Núna eru svona flestir búnir að gera smá árásir. Ég held að hægist mögulega á leiknum núna. Já. Þangað til. Pod incoming. Hægist á hann þangað til við komum aðeins lengra. Núna er fólk bara svolítið mikið að sitja. Sitja til að taka stöður. Ég er ekkert lengur sem maður getur bara áætlað storminn eins og var. Jú. Það ekki. Ég veit ekki, ég spyrir þig. Það er fínt að vera með svona Stefán alltaf til að með þessi. Hringdi hann? Já. Fá hann að línu. Þá hringi við. Já, láta hann koma með facts. Hann er alltaf með skemmtileg facts. Stuffi, það er viss! Nei! Hann er á eldi. Við hefum ekki síðan áður. Viss. Veitu, Hjálmar og Gabbi eru ennþá að slást. Rosalega heitt. Eins og núna er þetta orðið langdreginn slagur. Já. Tekur builds af þér. Er að taka heal af þér. Hann er komin inn í... Og inn í storminum. Já. Þetta er vitleysa. Nú er komin tími á að pilla sér í burtu, sko. Já, þetta er vitleysa. Já. Nýlega staði líka Veltrik og Kvóka. Kvóka er alveg mætturinn til að... Mættu með læti. Já. Það er alveg margir að renna með þessa litlu sjöttu hana. Já. Greinilega er nýja meta það. Hún er svona long range. Þetta er snæpersjótt. Já, hún drífur. Svali í geimi. Það sé ævintýra svalir. Núi. Ég er búinn að búa til hann að þokkalegt virki. Já. Þú er búinn að eigna sér svona þennan stað. En samt... Stefnir er eitthvað ógnaði. Já, hann stefnir á. Æ, Kristó, he's back. Hann er ekkert að grínast. Hann er að vinna með skinn sem ég var eins og ofta að nota. Já, og hann er að mæta Vist hérna sem er búinn að vera eldi í kvöld. Já. Nei, hann tekur Æ, Kristó. Hvað er Vist að gera? Hvað er hann að gera? Hann er að rústa. Það er það sem hann er að gera. Hver ert þú og hvað ert þú búinn að vera? Nákvæmlega, sko. Og Hjálmur tekur, hann Gabbi klárar loksins. Við vorum að slást í korter. Já. En Gabbi hætti ekki. Nei, hann sagði bara, herðu, ég er eftir vettaran, verð þú ekki fyrir. Já. Hann sendi Hjálm back to lobby, sko. Já. Það var alveg legendary ef Hjálmur var að spila með Hjálm, sko.
lítur bara að vera, ef hann ekki að því, þá Ná er viðtali. þetta vörusvik, sko. Já, ef hann á Hann viðtalið var með 67 hjálma á sig. Já, hann segir það allavega. Sold by Sigmar. Hann er búinn að selja. Já, húsið sitt. Hvað 40 milljónir? Hvar fekk hann hús á 40? Ég þarf að heyra í honum. Þetta er einhver kofi. Herru, Steini er vesen. Nei. Sigmar, hann gæti ekki gefa henni séns. Nei, hann seldist ekki dýrt þarna. Nei. Þú veist. Sigmar vissi hvað hann var að gera fyrir 30 sekúndur, sko. Já. Það var hann bara búinn að slá svona. Þetta er þessi potta sem hún var þannig. Já. Já, þetta er eitthvað nýtt. Right. 19 spilar eftir. Já, ég kemur mér á óvart hvað er margir búin að falla á stundum tíma. Já, við heldum að það er aðeins hægara en svo allt innum bara æstu sig allir. Gabbi byrjaði að gabba okkur hérna og tók hjálm. Spytum hvert stefnir er síðan stefna. Herru. Nei, hann er að stefna einhverjum. Í hættu. Við vitum Það er að stoppa, hann er að kæra stefna. Já. Nú, þú voru að kenna mér íslensku. Já. Þú laus á morgun. Já, það er bara... Nei, ég má ekki tala við hérna mánuði. Þetta er þreytt. Þú ert að reyna að koma þér áfram, fara eitt kíkl í bak. Alltaf einhver sem myndir að kýtla í baki, sko. Já, þú veist, missa 30, þetta er þreytt. Leiðilegt. Fylgil. BNB. Hún líður bara vel í vondaveirinu. Já, hann er með medmistið. Hann er bara tilbúinn að spreyja sig ef hann missir meira líf. Já, andar þess að sér. Svo ekkert sér. Þetta er eitthvað svona vítamínbreynd. Medmistið er frekar gott, sko. Já. Gefur 150 líf, snöggt að koma. Það er gott að hafa þetta í svona í rassvarsvagn. Já. Ég myndi örugglega rokka það frekar en 2-3 medkits. Já, 100%. Það ekki? Jú. Samt 3 medkit. Myndirðu ennþá rokka það þá, eða? Svona helmingi meiri líf þá. Og... Já, en spurningin er hversu snöggur þú ert að fá lífið. Líka. Já. Og með medmistið, þú getur byrjað og hætt og þú missir ekki allt. Akkurát. Kittið, sko. Fyrir þá sem eru grimmir spilarar og vita hvað við talum. Afinn í stofunni, hann er kannski bara, hvað? Hann veit það núna. Jú, við erum að lýsa. Við erum ekki bara að lýsa, við erum að upplýsa. Já, það er rétt. Þó, við vitum nú ekki sjálfur. Dr. Hákon, hefur séð hann? Já. Mjög oft. Við erum með árið hennar heimildið að hann sé ekki læknir. Nú? Hann er að læra það? Það verður hart. Ekki heldur held ég. Ef þú ert að læra læknin, þú ert ekki svona góður í Fortnite, sko. Ég myndi ekki kasta læknum strax undir rútuna, sko. Ég vil ekki að læknirinn minn geti unnið mig í Fortnite. Já. Það veit ég bara að hann er að fara Hann er snöggur þá að greina mig. Já, og bara með fínhreyfingarnar upp á 10. Þorri, Kristó. Núna fer hringurinn að vera svolítið lítill. Eins og við sérðum þegar við horfum á kortið hérna niður í hægra horninu, þá er aðeins byrjað að þrengjast. Hún er fyrir minkandi, Viss tekur út velk, hann er bara að taka hálf lobbið. Viss er að stefna upp á topp, sko, bara snemma. Hann er þar núna, það getur bara að vera. Ætli þetta sé Dennis bara búinn að breyta nafnið, eða? Það var einhver Viss í fyrra líka, sko. Ok. Hann kannski bara búinn að vera að mæta æfingar og gíra sig upp, sko. Hann er að gera annað í sumar en að æfa sig. Já. Viss er farin! Hann er tekinn! Í þessu tölu orðin. Við hefum ekki eftir að tala svo mikið upp. Nei, Sigmar. Já. Nei. Sigmar, Níko. Það er skemmtilegt nafn. Sigmar er svolítið að taka úr nýlið hana. Já, svona aðeins að sína. Já. Það húlja þessa nýja gæja. Já. Þetta er svona Gerrard. Já. Sveimar í 67. Það er margir 67 grann það. Þetta er fyrsta giftið sem við sjáum TikTok Mugshies. Það er bara ekki rétt, við sáum alveg. Nei, við höfum ekki fengið að horfa á gameplay hans, nei. Ekki vera að leiðrétta hérna þegar ég hef rétt. Við erum búin að sjá hann. Já, ok. Það er svo sem rétt. En ætli hann sé með einhverja klippur eða eitthvað á TikTok? Það er ein leitur sem hún stæði. Ég kíkja á það þessu. Já, mælum allir sem er að fylgjast með að tjekka Mugshie. Ég vil líka sjá hvað Sigmar er að selja. Hann er með fjáröflum. Selja klóspapir. Fylgir og kleinur. Góður skúti.
Það eru Fylkir tekur liðsfélagann sinn út. Og Jonas the Goat. Herra, hann er í bullandi slag ennþá. Er þetta Gabbi? Sé ekki hver þetta er. Mér sýnst þetta vera Gabbi. Þetta er Gabbi. Mér sýnst Alex vera að spila á controller. Er það bara ég? Já, ég get, já, bara 100%. Gabbi ekki. Gabbi ekki Gabba. Gabbi ekki Gabba. Gnarr. Þú sagði þér ekki 3 sérum, þannig að hann var að Gabba. Já. Æi. Umferð 1, leikur 1. Að klárast eftir smá stund. 13 eftir. Hérna sjáum við mörg nöfn sem við séð áður. Kristó, Dr. Hákon, Gnarr. En stefnir vissulega ekki og sveimar ekki og kvóka ekki. Þannig að það er bara Kvóka. svolítið skipta milli. Ég fíla emojin hjá Kvóka. Kvot. Meira vinstra megin. Já. En hann að... Hvað heitir þetta? Við höfum séð hann bróðskalláður. Þetta er hann að sjóakkirið eða eitthvað? Eða hafsstafurinn eða eitthvað? Ég veit ekki. Þetta er eitthvað svona sjóguð eitthvað þannig. Já. Svona hafmeðan. Pappi litlu hafmiðin, hann var alltaf með svona. Já. Hafmeðan. 12 eftir. Alex tekinn af Snail. Sorfil B-Snail. Nei, ég er bara að fara að segja Snail. Nei. Jú. Það var ég 30 ára gammal og ég get lagt Sorfil B-Snail, það getur þú að líka. Svo langt. Ef hann vildi þetta Snail, hann bara skýr sér Snail. Ætlar að segja að þú Soulbase S1 Gnammar. Já, 9. F að Þorri upprúnum ekki. Já. Það múti Gnarr upprúnum ekki. Þorri fyrir bara beint gegn sem er sniður. Það er verið að skjóta hann samt á hliðinni. Það er 3 þarna svo í hliðið. Ja. Þetta gerist þegar þú ætlar að fara fyrstur á stað. Já, líka bara þegar þú byggir ekki fyrir það. Hann ætlaði að spara, en hvað sparaði hann ekki? Lífið sitt. Þú verður að búa til aðgæð fyrir þig. Já. Eins og Sigmar er að gera sjóði. Sigmar þarf samt að koma sér inn í sync, sko. Hann á bara 50 byggingarefni eftir. 12 spilar eftir. TikTok með því svo lár. Hann er bara að fara í storminu, fældi. Sjáum hverju hann hæðist uppi? Kristó. Já, ég gæti sagt ykkur það eins og ég gerði á hann. Það er bara... Hún líður vel þannig. Já. Hann er alltaf þannig. Elskar það lobby lítið út í sig. 12 eftir. Hvert er hringurinn? Við fáum að sjá það núna. Og væri líka gaman að sjá sjónu hans Kristó. Já, Gabbi er fallinn. Gabbi Gnarr tekur hann út. Sko Mögsi verður að drífa sig. Hann má ekki taka tikk. Hann má ekki verið í storminum. Það er í ljótum málum hann. Þeir eru allir á sama stað líka. Sigmar er farin á stað. Sniðugur. Enginn tekur eftir honum. Vel rótið það. Þetta er yfir það sem við erum að tala um. Getur þetta ekki, sko. Séu Kristó er að fara mjög seint og gera nákvæmlega saman. Ætlar að taka allt ótef. Það er niður samt. Já. Ná í allt sem hann var að... Hann var nú ekki með mikið. Spurning hvort hann hefði frekar átt að reyna að vera hann ofarlega. Þú náttúrulega veist ekki fyrirfram hvað hann er með, sko. Hvort þú þurfir að endurnæra þig. Nei, hann skýtur svona beint efst aftur. Hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Ekki lengja því. Séu, hann eyðir líka alveg slatta að bara halda þessu. Hann er ennþá að byggja upp. Hann er bara í hæg. Það hefur nú orðið á honum að falli að eyða þessu ósnemma. En hann er með hann stefnir beint. Gnarrinn verður að drífa sig. Það er póstur á leiðin á TikTok. Þeir að skjóta hann í hliðinni. Hann þarf að gera eitthvað, drífa sig bara. Þorri í storminu möguleg? Nei. Vákað Þorri? Nei, Þorri fellur. Dr. Hákon reynir að koma sér upp en Kristó er að halda bara. Upp. Það er erfitt núna að ná þessu. Já. Nánast ógerlegt. Alveg nóg eftir að byggja, sko. Já. Og það er enginn að reyna. Nei, að íta hann niður. Nei, ef þú komið í það stöðu, hann tekur þetta bara hálfum tíma. Retakar hann svo. Mögsi í vesinni. Já, að skjóta á sig. Það er að fá sér mini, Dr. Hákon. 7 spilarar eftir. Þetta er fyrsti leikur. Hver er að fara að vera á toppnum eftir fyrsta leik? Þú að veðja? Já. Það lefa þér að byrja. Kristó. Það er svo safe bet. Það er safe bet. Ég ætla að segja eitthvað annað. Trú á Mögsis. Ég ætla að segja Sigmar. Sigmar, já. Sigmar ekki bregðast mig núna. Leið og Allsans. 2 fallir.
Koka og Sigmar. Mugsy og Gnarr í vittlesunni þarna. Of góðum málum. Æjæjæjæjæjæjæ, hvert er Sveimar að fara? Mér sýnist þið bara vera 2 eftir, nei 3. Mugsy, sannarlega að sína sig inn í fyrsta leiknum, Dr. Hákon og Kristó. En núna þurfa þeir eiginlega báðir að láta Kristó blæða margt. Mugsy í vesinni, 25 eftir. Hann gerir þetta þægilegt fyrir Kristó. Dr. Hákon, frekar lágur hann niðri. Kristó bara byrjar að byggja niður. Dr. Hákon fljótur að ná sér í líf. Einnum á deginum. Hvor er þetta? Nú er spurning hvað Kristó á mikið eftir. Hann gæti verið í vittlesunni. Hann á 9. 2 fellur. Dr. Hákon á alveg nóg eftir. Hann getur verið að byggja. Spurning hvernig hann ætlar að spila þetta. Hann þarf að gera eitthvað. Hann verður að... Hann á 3 byggingar þannig að þá þarf að... Nei! Kristó tekur þetta. Þetta er rosalega... Litla sveiflaði þarna. Já. Hoppaði og sveiflaði einhvern veginn. En virkilega vel spila á Kristó. Geðvikt. Auðvitað tekur hann inn á fyrsta setið. Hann er ekkert að grínast, sko. Já, KF-Lavi gefur thumbs up. Já. Þess að sjáu, look. Look. Það spónsaði hérna fyrsta leikinn. Já, við fáum ekki svo stigatöflun alveg strax. Nei, við erum að bíða með það eftir kvöldi í kvöld. Er það ekki svo skemmtilegt? Nei, bara ekki sjá neitt. Ég er alveg til að hafa smá mystery yfir þessu ef þið eru til, sko. Skoðum að, hefur ekki að taka auglýsingar. Leggjum þetta fyrir nefnd. Já. Kíkjum á auglýsingar fyrst. Já.
Og verið velkomin aftur, eins og við sjáum það búin til okkur í sófan, komin í cozy heitt. Já. Klukkan er komin margt, það komin tíma til að sitja niður, sko. Ég hef búin að standa rosa lengi, sko. Já, það er ógeðslega illt að hælunum, sko. En eins og ég sjáum við, þá erum við komin nýlega með okkur. Já. Ágúst Örn. Góða kvöldið. Hvað segir strákar, þið stóðu ykkur ansi vel hérna í fyrsta kvöldinu og hvernig var að henda riðin að ykkur? Það var bara svo aldrei farið á það, sko. Nei, þetta er svona smástund að kikka inn, það er svo að fara aftur að hjóla. Sko málið er við elskum að tuða. Já. Þannig að það fyrir bara æfa þig erfitt, þannig að leikurinn sé auðveldur, skilur við. Þannig að við erum sífellt tuðandi bara heima líka. Já, ég er náttúrulega bara að læra að hjóla núna, sko, og það gengur bara fínt, held ég. Já. Og já. Hvað segir, þið eru búin að vera hérna áður lengi, ég veit ekkert í rauninu þetta nema þú veist að það er hægt að byggja í þessu Fortnite. Já, þú ert að koma frá öðrum leik, þú ert vanur að vera að lýsa PUBG, heyrði ég. Jú, það er rétt sko. Og þú segir áðan að þú snertir ekki Fortnite nema þessi zero build. Það er bara þannig, ég get ekki horta á þetta í byggingu sko og skjóta samastíma, það er bara, þetta fyrir alveg fyrir mér. Ég verður bara reiður. Já, það eru alveg nokkri sem eru bara þannig, þeir vilja bara zero buildið. Þessi casual sko. Já, þessi casual. Vilja bara slaka á og við höfum ekki haldið zero build mót eða? Nei, við legðum það fyrir almenningin og þeir voru ekki sammála. Það var ekki vel tekið í það sko. Og ég er alveg sammála því, ég held ég vil ekki sjá zero build mót sko. Já, þar kemur ljós hver er góður að skjóta sko. Farðu þá bara CS? Nei. Gætum tekið kannski einn leik. Ég var alveg til að skoða þetta kannski eins og one of kvöld skilur eitthvað svoleiðis. Já, það var svona mismunandi leikir eftir. Já, bara mínimóti svo við höfum. Það var ekki ekki. Já. Það hefur alveg heyrst að það hefur gerst áður sko. Já. Við höfum verið að taka þátt í ykkur litlu móti sem hefur verið haldin hérna af mótustjórunum sem er hérna í og það var no build. Smá hérna fullorðiskvöld samt með 18+, en það var heldig gaman sko. Já, það er bara alltaf hægt að hafa þetta á okkur klukkan 2 á laugardegi skilur sem allir með að koma með og það að fá margir hérna að sína ykkur hvað er að við getum ekki bara byggt sko. Já, ég mynd, þetta er rosa flókið leikur þótt að sé ekki bildi í þessu sko. Það er alls konar dæmi í þessu sem ég er ennþá að reyna að ná hlutunum kringum sko, en þetta er samt ógeðslega gaman. Þóttu þú hefur spilað hann á þess, þá þarftu samt að þú þarft alveg að vera að spila hann í einhverja vikur bara til að halda í. Já, þetta er öðruvísi leikum með það að gera, þú ert ekki búin að spila Counter-Strike mjög lengi. Það hoppar bara í 2 leiki og búin að vera aftur eins með PUBG, eins með Call of Duty, allar þessar leiki Fortnite Það breytist á viku fresti sko, líka þegar ég opna hverju viku sem ég gerir ég er að segja það 7 GB þetta upp ég er að segja það er alltaf frá learning curve að koma tilbaka í Fortnite ný byssa, ný meta, eitthvað nýtt allt nýtt það er gætu F around og bara bútið nýtt mapp sko. Ég myndi ekki taka eftir því sko. Það væri svo mikið annað sem ég var að hugsa um sko. En þú horfði nú að leika eitt, ekki? Jú, ég var að fylgjast með ykkur og hvet ykkur áfram meðan við varum í stúdíu. Já, hann var klaptir hann á með svona pom-pom eitthvað ekki. Þegar við fórum aðeins niður, þá lyfti hann okkur upp. Ég sá hann alveg innan fyrir aftan. Myndalina sko. Já, ég var að peppa mína menn í gang og þetta gekk ágætlega. Þannig að lokin æsa spennandi þannig að vissi ekki alveg hvað var að gerast. Þeir voru 5 á móti hver öðrum hann fyrir bara í sikkur hæðinni sko. En það er svona einhvern veginn þurrkast út á núleitni. Var samt svolítið eins og við gískuðum Bristow, myndi ég gera. Já, en Viss skemmti samt. Já, Viss var fyrstu spá okkar sko. Og þetta er í rólt í byrjun og hann var heldur betur ekki á þeim máli sko. Nei, hann eldi bara lengst út í svo. Já. Og bara rullu saman. En ég held samt að hann sé ekki mjög ofalega á stígatöflunni af því að þó hann var með þessar 5 pellur dattar út svo rosalega snemma skilur og það tekkar svo mikið inn. Þannig að spurningin er hvort að hann breytir til núna eins og við vorum að tala um, slappa aðeins af hann í byrjun. Kannski getur fengið stígatöflugjöfuna, hvernig stígagjöfun virkar upp á skjá hjá okkur. Já, það var geðveikt. Það var mjög næst. Út af því að við vorum að tala um hvað er 1 stig fyrir kill, eða ekki? Fellu, sorry. Þannig er það. Það fara ekki stig fyrir flútuna, ekki neitt. Nei, mér finnst þess að maður er að fá 1 stig að hoppa rútinni, það tekur alveg. Það er 65 fyrir Viktor Royal sko. Það er bara svolítið afgerandi sko. Stig fyrir að skrifa nafni sitt á prófi. Nei, það var mýta sko. Nú? Já, ég spurði nokkar kennar af því og hann bara, nei. Já, ok. Og hann fettu fyrir í hvað sæti? Ég man það ekki alveg. Var hann ekki svona 15. 16. Jú, það sko, þannig að hann er þá bara með
14 stig, sko. Já, pluss 4. Þetta telur ekki neitt þannig. Nei, þú veist, við erum að tala um Victor Real 65, sko. Já, þannig að spurning hvort við þurfum eitthvað endur, sko, þetta er svona láman og lobby, sko. Já, þú veist, það er ákveðið strategi að vera bara ekki að gera neitt í smá stund þannig, sko. Það er sem ég held að það myndi spilast, sko. Þú veist, við erum að tala um að hvert einasta sæti sem við ferum upp það eru 3-4 fellur, sko. Þetta er bara rosalegu stigafjöldi sem farið að vera lendi í hærri sætum. Já. Og þetta er bara svolítið svona afgerandi hvað mætti að vera að gera. Já, þannig að ég held að við tökum þetta bara sem leksi að við viljum að endur sko þetta bara alltaf á deginn. Já. Hvernig við gefum stigin. Já. Ég held að það sé besta í stuðinni, sko. Já. Það er alveg 100%, sko. Þetta er, já, með svona litlum fjölda sem er að taka þátt, þá er þetta svolítið erfitt, sko. Já. Það eru náttúrulega bara 20 stig í boði eða eitthvað nánast, 34 stig í boði í killum, fellum. Já. Og þannig er þeir ekki eins og í annarsæti, sko. En svo náttúrulega, það er það sem að gera þetta samt sem var skemmt og það var pointið með þessu til að gera þetta til að byrja með er að við vildum fá alla inn í endgameið. Einmitt. Það er þetta spennandi. Já, það var það, sko, ógeðslega gaman, sko. En þegar það kemur svo gaur í svo viss í svona lámanni lobby tekur það, skemmið það fyrir okkur, takk fyrir það. Já, var svo refsa fyrir það. Já, hann var það reyndar, ég skal hætta því. En það var pointið með þessari stigagjöf að reyna að koma sem öllum inn af því að þá verðar að mæta starfskilur. Einmitt, skil það alveg, sko. En það er spurning, já, það er kannski eitthvað endur sko núna. En ég til dæmis gætur ekki bara hangrað, sko. Nei. Gætur ekki. Þú væri bara eitthvað staðar á chilla, sko. Þú væri 8. Eða bara Battle Royale með 20 kill, en þú veist. Já, ok. En erum við búin að taka ákvörðun hvort við ætlum að sýna stigatöfluna? Glemtum að leggja fyrir nefn, það var bara þýð og svo stress. Já, svo stressaður. Því ég væri til að vera með kameru þannig inni. Þyrfti meila að sína. Í hotninu. Já. Hlaupandinn hingi út allt og hvað er að gera hérna? Ekkert hvað er að gera. Hörru, ég held að það bara tekið ákvörðun fyrir okkur. Nú. Það er bara rút á töður að leggja það. Nei, hann er búinn í kaffi? Já, hann er að skipta dekkjunum núna og pimpi dekkin og... Já. Þreif gluggana. Og hér eru við. Og hann dæðum út. Hann er Wish, kallinn ykkar. Hann er alveg komið ágættis screen time Wishið, sko. Já, eðlilega. Eðlilega er hann fyrsti maður sem við horfum á þegar hann fer í fyrsta actionu. Já. Og það er spennandi að sjá hvað hann gerir núna. Lendir samt enginn með honum. Hvernig það, þú veist, er eitthvað svona pre-picked hvar allir vilja lenda á þeir? Einn ákveðið allt fyrir það. Já, það er búið að velja staðsendingu sem þeir lenda. Já. Þeir eru búin að, já, en þú veist, þú sér það ofta eftir fyrsta leikinn, svona hvar flesti lenda. Sumir eru að reyna að muna eitthvað. Já, ok, það lendi enginn þarna, ég ætla að lenda þarna næst. Nei, þetta er... Svo líka þegar við komum á kvöld fjögur, að þá ertu farin að sjá hvað sem er á toppnum lendir og þeir gera það líka. Já, þú vilt kannski svolítið hristast upp. Þetta er nokkuð svolítið erfitt, þú ert einn í liði. Já. Og það geta lent með þér tveir aðrir leikmenn sem er að reyna á pér út. Já. Það er ákveður högg. Það var mjög alveg svaka skotmark á þér. Það var þannig í top 5 sko. Er hátt í leiknum hjá ykkur? Það er bara þægilegt. Okay. Hvað? Á næst ég búinn að eyða þarna einu jump pad. Guð. Já. Þannig að alveg eins geta hætt bara eftir það. Nei, þetta er hérna jump pad. Þetta er að þú bara bombar space þá kemur jump pad undir. Já. Hann var ekki reynilega að spamma á space eða að reyna að komast upp. Ég er rosalega duglegur að eyða þessu vort, sko. Já, ég líka. En það fáum við að sjá svona aðeins hvar fólk er að lenda, sko. Ég lendi þarna fyrir ofan Supernova Academy. Herðu Gabbi og Stöffi bara... Nei, strax. Með þetta sammi. Þið er hann bara að lenda núna? Nei, hann var í löndpatti eða eitthvað. Síðan er þetta annars C-rank dæmið sem gemur og maður fær B-rank, D-rank og allt það. Hvað, S í endan eða? Já. Þá fær maður ákveður lút bara sendt til sín. Já, þú fær bara voltsendingu, sko. Já, þegar þú nær B-rank þarna, eftir C eða hvað sem það kemur. Já. Held að sé B eftir C, sko. Já. Og það fær bara svona personal lút droppa til. Já, ok. Það er ekki snill, sko. Þannig að því duglega sem verðst að hönda eins og kannski vissir að gera, færðu betur lút. Já. Samt sem ég er svo í þessum lobby, þá þarf þetta ekkert að stækla góða byssu. Það er laga, það er bara nóg til þess að... Það er fluga komin út úr. Nei. Jó.
Þarna nafni minn sem ég held með Gunnar. Já, Fylkir Gunnar. Þú veist alveg hennar persónulega. Já. Aron, maður heyra þig segja Fylkir Gunnar svona eins og þú sért movie svona rödd. Svona bíamöndu rödd. Tilbúin, eða? Já. Haltu fyrir honum fyrst. Það er halda fyrir. Fylkir Gunnar. Ok. Ágústu, þú með eitthvað betra? Já, ég held að það sé mjög auðvelt að vera betra en þetta. Erðu, halló. Og hérna, þetta er auðvitað bara Svali Gaming 18. Nei! Og þetta er svalasta sem ég get sagt akkur núna. Við vildum fá Fylkir Gunn. Já, Fylkir Gunnar, ég get alveg gert hann líka, sko. Af því að þá getur hann valið hérna eftir. Já, Gunnar alltaf svona þetta er bara að fara mér saman. betur. Það er þessi djúpa rödd sem það er mikið í þessu. Fylkir. Hann er komið með bara tónlistar-producer tækið sitt, sko. Hannunat Nico er hérna á föstum hælum á Mr. Svali Gaming. Bókstaflega á föstum hælum, sko. Og hann er ekki alveg að finna hann. Nei. Og hann byggði sig eitthvað lítið fort hana. Spurning hvort það vilji vera eitthvað að finna hann. Það er Svali bara í vesen á sóninu, sko. Já. Einmitt. Hann er satt ekkert að drífa sig úr sóninu þessi Hannunat, sko. Nei, Svali fyrir ekki, hann er Nei. Hann er byrjaður. Vissi byrjaður. Hann mæti nafna mínum í honum. Hann er farin held í lobby síns mér. Eða hvernig Viss var að spila. Eðlilega vel nefndur Gauðsand. Já. Sko núna ef ég væri Aron, þá myndi ég bara snúa við. Setja vörð í sól. Já. Þessi gæi er bara að henda, sko. Já. Fáum við að sjá aftur hérna. Eru þeir að það ekki? Sveimari tekur steina, einhvern veginn. Nú. Það er spurning hvernig Svali gengur núna í sónunni með menn í kringu sig, en Kristó er eitthvað stærra að dansa. Þessu verður að hitta við. Sko, þannig er Jónas góð komin og hann er nött á mótunum, en hvað er Svali? Svali er örugglega bara... Hann er búinn að dýta þetta. Er hann bara lungu bara ekki meðalvos? Hann er gamli. Hann hefur náð að finna sér hann að bandagæðs. Hann er samt í. Hann er ekki frekar langt frá það. Smá, við sjáum hann að rétt svo endinn. Hvert hann þarf að hlappa. En hann er með tvo svona lunge jump pads. Já, hann finnur inn meddara með þessi. Ægilegur. Já. Heimsending bara. Já. Svolítið hann. Hann er svona pantaði þetta, sko. Já. Ég verð samt að alveg að gefa smá respekt á hvað fólk er fljótt að bilda í kringu svo leið og kemur eitt skot í kringu. Já. Bara strax. Það er eitthvað makró, sko. Hver eru svona sigurstrangulegustu leikmennir frá seinasta season sem er að keppa núna í kvöld? Kristó var alltaf í öðru seti. Hann var alltaf í öðru seti. Hver var alltaf í fyrsta seti? Denas. Hann er ekki hér. Nei. Og var Kristó, hann var líka sem vann á það. Já. Hann var svona, ég vildi slátt annarsæti, sko. Ok. Þannig að ef ég væri að leggja pening á þetta, það væri það þá tó, sko. Og þú veist, hann er bara að hlaupa og drepa fólk. Já, ég man ekki eftir hann þannig í fyrra, sko. Nei, ekki heldur. Herðu, stefnir. Tekinn stemma núna. Við erum búin að, já, það erum við. Lexi Fylkir er hérna einu góðu killi. Herðu, Sigmar er að laumast á vin sinn, Sigmar. Solba Sigmar á Sigmar. Og veist þér hann að hringum þetta líka. Vissi núna komin á afturhættuna hérna, hann er alveg að fara að deyja á milli tveggja leikmanna og hann veit ekki hvað hann að gera. Hann er að óska sér eitthvað betra. Herra, þess að hvað er. Sigmararnir bara saman en á vissunum. Þetta er svolítið búlimóti hann í gangi, sko. Fyrsta skipt. Já, afsakið. Nei, bara segðu það sem þú vilt. Það er bara fyrst skiptið það sem hann er að bakka. Já, ég er að segja það. Er þetta ekki svolítið svona, á hann ekki bara svolítið skilið í rauninni? Bara aðeins að finna fyrir sínum eigin gjörðum hérna. Nákvæmlega. Ég er svona ánægð með að sé lendi í mótlæti og það er svarið því eins og hann er búinn að vera. Já, hann er snöggur í burtu. Gerir rétt. Hann fær ekki séns. Hann þarf bara að koma sér lengst í burtu. Hann skilur svona 2 leikmenn eftir sem þurfa samt að díla við hvern annan. Þannig að þú veist, það er ekki eins og að geti bara, þeir geti ekki knúra hvern annan. Nei, þeir eru að skjóta hvern annan. Hann lítur allt út fyrir að hann komist í burtu frá þessu. Hann lætur sig bara fara. Viss var í hætti þannig. Já, hann var í vissunni.
Holy hyper. Það rosalegt. Herri, Hönni er samt að taka slatta skað. Vá. Hann er 17. Það er svo þreytt þegar þú mótæðin á vegginn. Hann er 17. Ég ætlaði að pitcha hann inn hvað þetta er pirrandi dæmi að geta verið að opna og loka. Úff. Er staðan þá bara, þegar hinn gæðin á vegginn, þá hleypur það bara í burtu það? Þá reynir það, já. Bara undir, eða skiljur. Það getur líka komið í stöðu og bara búin að bakka eitt slott, þá áttu vegginn aftur, skiljur, sem hann þarf að koma á. Reyna að setja stiga inn til hans eða eitthvað, sko. En oft þarf maður að hugsa, sko, 3 sekúndum. Já, það sem ég skil ekki í þessum leikmönnum að þeir geta gert þetta alltaf á 0-1, sko. Þetta er bara muscle memory fyrir þeim, sko, rauninni. Gnar, hann bara að fylgjast með þið. Gerðilega góð. 23 eftir. Já, það er meira en þetta leik. Vissi þetta bakka núna. Herðu, eliminated by Steph. Curry eða? Já, þessi er í vandræðum og er að gera hvað sem hann getur til að komast í burtu og næst má hílika. Gerir vel. Og er lokaður út þannig. Veit ekki alveg með ákvörðunum að opna hann alltaf. Nei, þetta var hans vegna sem opnaði. Herri, Hönni er alltaf farin. Hönni er alltaf sveimið þá tekur hann. Já, ég hefði líklegast ekki opnað. Nei. Hann var með nóg af hérna ég hefði bara, hann tók ákvörðun að bakka þá hann bara halda sig við hana. Já. Hann er Kvoka. Ég ætla að halda pínu með Kvoka. Ég ætla að vonast þess að koma eitthvað nýtt nafn bara og tróði sokk, sko. Svalgaming heldur áfram að vera í zone að hýla sig. Hann verður bara veikur eftir smá. Já, kallt. Nei, það er svo þannig að þú ert búinn að taka meira en 600 skaða, þá verður þú veikur. Já, það er svolítið. Það er málið? Já, þá byrjar þú bara að missa 30 lífi eða eitthvað. Þú fær stormveikina. Það er svona kantur á þig að vera að hanga út í zóni. Já, en það er svolítið hæpið að missa 600, sko. Það eru 10 mínútur, sko. Já, ok. En það ertu hundleiðilegur að gera það. Maður er að sjá, sko, ég hef séð fólk sem er að spila núna á hæðsta levelinu eru oft bara mjög margir bara inn í zone, sko. Storminum. Já. Bara í marga mínútur, sko. Það mætti breyta sig yfir í 5 mínútur, sko. Af því að þar ertu bara safe, þannig séð. Þú er bara chill á það. Það er enginn að velta sig fyrir hvað er gangi í storminu, sko. Nei. Þetta er svona ákveðin bragur. Hérna eru brú og það eru 3-4 leikmenn að fara að koma yfir brúna á sama tíma. Mér finnst það samt. Herðu. Áhugavert að allir og frændu þeirra sé að renna double shotur, bara. Þessi revolver shotgun, hún er geggjuð, sko. Já. Hún er alveg... Ertu búinn að prófa hana? Já, hún er svolítið long range shotgun, sko. Já, ok. En það er samt ekki alveg eins og þetta, margt betra til þess að taka long range. Já, en mér að þú veist, er þessi leikmenn eitthvað að taka snæperinn upp? Er eitthvað snæperinn núna í gameundinu? Nei, ég er að tala um AR, sko. Já. En, einmitt. Fínt, já, jump þannig. Þessi með shotgun líka, 2. Já, bara allir. Þeir eru allir með revolver shotgun, þetta er greinilega bara nóg fyrir long range. Það er svona ákveð mid-range, eða ekki? Það er ekki alveg long. Þú ert ekkert að snæpa mig, þú skilur. Nei. Sko það sé að það er búið að gera eitthvað við byggingarefnin þannig að það sé erfiðar að spreyja því. Það getur verið máli. Já, kannski. Hvað vitum við vinnum bræna? Einmitt. Við erum ekki alveg inn í metaheiminum, sko. En eru ekki þessi hérna sverð og hammarar eitthvað í þessu móti sem er að gefa þetta moment eins og við erum í? Nei, það er bara liðin tíð. Já, það er bara flott, sko. Það er alveg toxic, sko. Það vantar alveg. Ég hef búinn að vera kvall eftir því núna í 1 ár að fá hérna... Hvað heitir aftur núna? Stólið á mér. Fjórhjólið? Nei, ég og Óli hef búinn að gráti yfir þessu. Það hlustar ekki. Nei, ég er ekki góður. Ég hérna... ekki... Þetta er byssa? Nei, þetta er hérna kúlan. Já. Fjólublóðkúlan. Þetta er svona
hún skýtur og þú getur svona teleporta með henni, eða? Nei, þú bara kastar henni bakvið og hún skýtur þér. Já, impulse. Shockwave. Já, eða það. Já, Shockwave. Hún er góð. Já. Það er bara langt síðan að það var, sko. Mér finnst það alveg fínt í sem movement ability, sko, en þessi hamrar og sverð okkar, ég er ekki alveg... Nei, ég er ekki Það byrjar að spila með það, þá er maður bara komin í rugli. Það er svona þegar maður byrjar að spila með jetpack, þá er maður bara að gera eitthvað sem maður er ekkert vanur að gera. Enda bara að fljúa og vera skotinn. En nú hvað, þetta er ekki mikið af fólki eftir. Við erum að tala um 21 manns af 32. Eru þið samt ekki... Sorry, það er rétt. En eru þið ekki fans samt af eins og hamstrakúlunni og fjórhjólunni? Gaman, sko. Það er nostalgía í því. Þú veist, þegar hamstrakúlan kom fyrst, sko, það var ekki annað gaman, sko. Hvað var það, í season 3 eða eitthvað? Já, það var í kringum heimsmeistaratitilinn. Það var eitt sem komst bara áfram bara með að vera í þessari kúlu. Það er enda rosalegt. Viss er hérna komið með nýtt fórnalamb, en það eru fleiri leikmenn í kringum hann núna og það er spurning hvað hann gerir núna í kringum þessu tvo. Hann er með Sorfib, Snail, ef ég sé rétt. Sorfib er. Við erum bara að fara að kalla hann Stýr. Og hvað er sagan á bakgrunni Snail? Er hann eitthvað leikmaður? Bara nýr. Bara nýr? Hann er nýr. Bara rookie, sko. Þetta er bara alveg leikmaður sem þetta móti Snail vist á. Nú væri alveg til að hann myndi fá sér hennan slurp bara. Hvar? Hann gerir það. Jafnvel bara fá sér hann að hitta mig líka. Nei, þetta er ekki. Og hver er þetta í bakinn á honum? Líka. Hver er komið 53 mannskap? Það er engin tími. Hann verður ekki langlífur lengur, nei. Æ, Kristó. Kemur og stelur, basically. Mætir inn. Óþolandi að vera lágur og hann kemur og tekur þig, sko. Hann er annað, það er þetta revolver shotgun og shotgun. Slætt var þetta, maður. Hann hefur gert þetta þar. Hann lætur þetta vera. Hann er með eitthvað ekstra hraða eða eitthvað. Já, það er þetta hérna í apsikunulega slöppi. Er það máli? Já. Ef þú heldur það bara? Nei, þú bara fær svona buff í ákveðin tíma eftir að nota það. En hann er núna með 2, ætla hann hafi þá að nota 3 eða? Hver er að spila Fortnite hérna? Er þetta ég eða þið? Þú? Ekkert það við, sko. Ég er ekki búinn að... Ótrúlega til að segja viðurkenna, ég er ekki búinn að installa hann, sko. Jaha. Við erum bara svona eins og fólki í stofunni, sko. Já, í rauninni, sko. Þú ert expertinn. Nú er ég komin í sem analyst fyrir ykkur og það er ekkert mál. Bara stay tuned fyrir dömpi frá mér hérna eftir. Kallaði Gústa-hornið, en ekki kallaði mig Gústa samt. Nei. Nei, bara í þeim ákveðna lið þá köllum við ykkur. Já, það er bara þá, sko. Já. Svona er bara. Hérna er vinnuðinn Fylkir. Þetta getur hættulegt. Enginn að sjá þetta. Ótrúlegt að segja enginn að... Rosan er hann að fara langt. Hann er bara... Það var bara eins og að fljúa með allir dyr. Hvað er leikur á meðaltali langur? 25. Nei, 25. Er það? Það er 25 að loka. Já. 26, já. Það eru 12 hringir sem lokast. Gæti við þetta til 27. Hver hringur jafn lengi að lokast það ekki? Jú, þetta er... Það er einhverju 25 mínútur. Þú var spyrja tjattar hana? Já. Netið með öll svörin. Gnar er búinn að vera að fela sig í ykkur runna allan leikinn. Og hann er líka með 150 byggingar af með þetta. Já, hann er ekki með sækja mikið. Hann er bara með mesta sem hægt er að vera með. Er það mesta? Já. 150. 500. Já, ég skil. Það er það hérna. Já, já. Hann var bara greinilega búinn að fá hringinn alltaf. Það er ekki búinn að þurfa að byggja neitt. Hann er bara búinn að vera runna sem við sáum fyrir tíminn, sko. Þægilegt. Það er alveg þægilegt, en það er að spila leik, sko. Það er að spila. Jú, en eins og við erum að tala um á hann, hvað á hann að gera? Já, ég veit það alveg. Við maður að fara að spila til að vinna, ætla það ekki, sko. Jú. Ég ætla ekki að segja ykkur hvað það segir. Ég er bara ótrúlega óþolinmóður gæi, sko. Já, ég er alveg sammála, sko. Ég væri búinn að gera eitthvað. Hvað sagði tjattarinn? Ég ætla ekki að segja. 30 mínútur? Ég ætla ekki að segja. Það er réttur. Aha. Já. Hvað var nákvæmlega? 25. Herðu.
Herru, Veltir er dáinn og Ísak Kidd tekur hann. Já, hæ. Hvað er Sigmundur? Alvöru skinn sem hann að vinna með hana. Terminator. Stefán alltaf er ánægð með það. Já, hann væri æstur núna. Þú hefur ekkert hitt Stefán, Ágúst. Nei. Þú ert eftir að hitta hann. Örugglega einn best. Þetta veit ég. Þú hefur ekki hitt Stefán Ágúst, ég ætla að segja Stefán Ágúst. Nei, Ágúst, þú hefur ekki hitt Stefán. Já, akkurat. Herðu! Hann er laumast að honum hérna. Fylkir Lexi. Þetta var ég hittið hana, sko. Liðsfélagar klárt. Hann var ekki klár þarna. Nei, hann var bara... Hann var að gera eitthvað allt annað. Fór í nefið og... Við vorum ekki eins og klárið, sko. En nei, Stefán Atli heitir hann, er alltaf með staðreyndirnar. Já, hann er svona okkur fun fact guy, sko. Já. Og hann er mjög hrifinn af gervigreind og svoleiðis. Þú veist eftir að fá að kynnast hann. Ég held að sé svo hann einhvern veginn, næstu viku. Hann, já. Þá fæ ég hitta hann næstu viku. Já. Ég var hérna alla mánudag. Svo var til, sko. Já. Þú býr bara hérna Já, hann í herbíl. hann er með sænga kotta undir skrifborðinu hana. Ég veit ekki ekkur, þeir eru búin að selja mig á það að Viss sé skemmtilegasti leikmann í mótinu. Já. Já, hann er það, sko, búinn að vera það. Hann er sjómenn. Já, hann er sjómenn, hann er búinn að vera með áhugaverð spilum. Já, hann er ekki spildað sem íþrótt, hann er spildað sem sjóbíði, sko. Já. Hann er að leita sponsum, sko. Já. Hann vil screen time, svo selur hann á það sem sponsor. Sjáðu. Það er alltaf verið að sína mig. Sko, núna er hvað, 700 hringur eru að fara að lokast og 800 hring hlýtur þetta alltaf bara að sjóða upp úr þar sem það er ekki mikið pláss eftir. Já, svona fyrir að líða því. Og er þá þetta bara allt komið á 3-4 hæðir með leikmönnum og... Sko, Kristó tekur alltaf efri hæðina, það er bara staðið. Já, hann er ekki loftaldur. Nei, hann er alltaf alls ekki. Það þrífst þar. Já. Og svo eru hinir auðvitað að slást á jörðinni. Sér er þetta svolítið skemmtilegt dynamik að hringurinn sé að færast eða zónið sem hann ætti að vera í. Það færir fólki aðeins Já, ég elska það koncept, sko. Já. Ég fílaði allan fyrir mig til að horfa á þetta hérna á milli ykkar. Já, 100%, annars væri þetta bara allir kjurir. Einmitt. Það er meira sanngjarnt. Já. Já, líka er þið bara meira heal-offs. Já, þetta væri að heal-off dauðan. Fyrir þá sem byrjuði mjög snemmi í Fortnite, þá var það þannig. Já. Bara allir hérna Battle Royale leikir Er það peak Fortnite? Það er þegar hann var að byrja hérna. Þú veist, á 18 Fortnite er peak Fortnite. Það er geðveikt. Þá var hann líka ekkert oflókin heldur, sko. Þá var þetta bara einfalt og gæst bara byggt. Hann var samt mest í alveg eins, það bara kunni ekkert allir að gera neitt. Já, hann var með gömlu pumpuna. Já, ok. Gamla snæperinn sem bara... Rétt. Skar. Og þá fer Ísar X á fleyferð og ætlar að reyna á næsta með spottinu en það er 3 leikmenn sem geta hoppað á sama stað. Og nú er þetta komið ansi þröngt í kringum 10 leikmenn eða eitthvað svo. Það er 17 lífandi inn í litlu hring. Og það er allt mjög nálægt að fara að sjóða upp úr hérna. Spurningunni þess að það eru allir með þetta shotgun-kombo á revolver shotgunin og bara pumpu. Já. Spurninguna ég er bara ekkert að vera að eyða Herðu! Viss er tekinn! Aftur lendur hann í þessu. Í 17. seti, sama aðan. Já. Þetta er ekki góð. Hann þarf eitthvað að fara að breyta til, sko, held ég. Nú er hann með eina fellu, sko. Þannig að stíðin hans voru ekki góð í þessu rándi. Nú gerð, sko, nú erum við að tala ef þú nær að halda þér á lífi í 1 mínútu lengur, þá ertu að fjúka upp stig, sko. Þetta er mörg deaths. Það er margir að fara að falla núna. Crunch time, eins og ég kalla það. Já. Þetta er svona í leikjum. Nú er Kristó komið með aðeð. Þið voru að tala að hann myndi þá fá eitthvað. Það er bara þegar hann unlockar og fær S-ið, þá fær hann þetta drop, sko. Ég veit ekki hvort það sé inn í combat. Er það málið? Var ekki bara eitthvað pots og hann sem dutt á mappið og þú opnaði þitt? Síðan spurning hvort það sé inn í þessu competitive sinni sjálfur, sko. Það kom á hann, sko. Ok. Hvort það sé bara happ og glapp, hvort það kom í þeim leikið eða ekki. Ég veit ekki. Þorri þarna lengst niður nær skjótið sér áfram. Sveimar ég komið með hægkantið. Aksjón núna, allir að hoppa þenn á einhvern blöðurum. Ennþá 16 samt eftir. Þannig að sjáu þau. En Kristó ætlar að skora á það sem sínist með. Gunnar er ennþá eftir hana. Hvað gengur þér á? Sigmar, þið voru keta djöful. Þetta er bara orðið eitthvað svona völundús. Já. Sigmar hana niðri, feldur. 14 eftir. Dr. Hákon tekur hann. Það var áhugavert að sjá hvað Kristó gerir núna. Það er einhvern veginn búin að taka hæðina af honum. Já, Gunnar er búinn með
Bú með byggingrefnin. Ég er alveg að falla hana, Sigmar með hann. Gunnar er í rosalega hættu sko, hann er ekki með neitt. Við sem hann þarf. Bjarki Panda er feldur. Bjarki Panda. Þarna kemur nokklega það í spurninga, þú hvað áttu mikið bildingmateríu að landa í endar. Það er komið 50 og það er ekki mikið núna. Nei. Új, það nær, þetta er einmitt spurningin sko, maður átti endilega að vera að gera það. Og Dr. Hállur feldur, Gnar feldur. Þeir bara stafnum þess að þú ert núna bara byggjaði út þannig að þú ert komin í næsta hring og reyna bara að lifa af. Já, Sigmar dettur. Þeir að detta niður hægri vinstri sem er eftir nóg byggingjafni og er að fara á milli. Nei, Kristóf komur sér í svona. Og hann snöggur upp aftur. Hann er með að dæmi hann. Júsur boll bara. Hann er komin í S-ið. Hann er komin í S-ið. Gunnar er ennþá á lífi. 7 leikmenn standandi, 6 leikmenn. Tekur núna TikTok Muxies. Hann fekk Kristóf er að skora á hækandi núna. Sveimar er búinn að missa það. Já. Spila 7 hæðum akkur núna. Þetta er leikmaður niður og hann er þægilegt fyrir Æ Kristó. Já, bara. Væri ekki bara sniðugt fyrir hann að fá sér þetta slörp. Jú, bara núna, hann verður að gera það. Hann bara. Já. 2 eftir. Það er Kristó aftur á móti Muxies. Þetta getur verið rosalega TikTok-klippa fyrir hann. Lítur út fyrir híli. Kristó í tölvöld betri stöðan uppi. Líka með byggingarefni. 60 eftir líka. Aðeins búið að hægjast á það. Já, núna eru 2 leikmenn eftir 17 inn í litlu ring. Spurningunni Muxies er að svara þessu, hvort hann sé mikið á sér. Það reynir að skjóta niður hann að... Þannig að núna bara láta hann blæða byggingarefni. Já. Einmitt. Það er fall damage, ekki? Jú. Sen eftir með þessi heldur jump head. Hvað ætla Muxi að gera? Hann næri að spila þetta mjög vel. Er að hamstra sig hann í gegn hægra meginn. En það er lítill hólar, hann kemst þið. Og nú fer crunch-time að koma. Það er 36 materials eftir hérna hjá Kristó og hann þarf að fara að droppa niður og þess að dreipa hann. Hann hittir góða skota hann yfir á Muxi. En Muxi líka. Þeir eru að skiptast á. Og nú er ekkert eftir hringinum. Hann á 2 eftir. Er Kristó að fara að taka annan sigurinn eða er það Muxi? Sko ég held að hann þurfi að láta hann bara... hann á Muxi er búinn. Hann er búinn. Já. Það var... Þægilegt fyrir Kristó. Já. Þannig að sáu þau bara að hann búið með byggingarefnin. Kristó tók þetta bara þægilega. Já. Þetta er alveg klappmál að byggingarefnin eru að vinna hérna. Já, það er bara... En svo er líka málið svona seint, þá þarf eiginlega að vera svolítið dugleg líka að ná í byggingarefnin frá öðrum sem eru feldir. Endurnýta og hann getur það nefnilega ekki þegar hann er upp topp. Nei, það þarf hann niður að sækja þau sko. Samt næri hann að halda sig með góðu stíi hann með fullta bygging eftir. Já. Og svo hann lendi í vesinni oft í fyrra að fara upp ekki með nóg á sér og detta niður síðan sko. Hann kom fyrir inn tísar þegar ég sá hann, hann er búinn að læra því. Já. Þegar bara ekki upp fyrir hann kom 150 á sér. Ég menna, hann greina lært því, 2 sigrar í röð. Upp á toppnum bæði skiptin. Komin í góða stöðu sko. Já, með öllu líkindum er hann bara á toppnum. Ég myndi nú halda það. Það er ótrúlegt ef ekki. Það er eiginlega ekki hægt í þessu formati. Nei. En ég er mjög áhugasamur hvað Wish stendur. Ég held hann sé bara ekki mjög óvalega sko. Með hvað hann er búinn að fá stóran screen time og talið. Það var 1 kill held ég í senasta leik sem var núna klárast. Og 6. seti. Þannig að ég held að hann sé bara komin í vesen. Ætla sé hættur. Er það mikið að gerast hérna að fólk er bara kvitta í mið? Það er spurning. Það hefur alveg tíðkast sko. Þetta er svona 4 mánudagar sko. Já, hann er þau senn sko, það er ekki það. Og eftir, er stigagjöfin þá, þú veist, færðu að heilda stigafjölda bara út frá þessum sem er að gerast núna, eða er það bara fyrir hvert kvöld, skilju? Nei, það er bara, þú færð með þessi stig sem þú með núna inn í kvöld 2 og svo koll og kolli. Skilji. Og svo ertu bara staðið upp til sigurveri eftir kvöld 4. Já, bara safna. Bara heildast stigafjöldin eftir vins. Já. Alright. Og svo fyrir við að með minni rakleiðis bara í dúo og svo það byrjar þetta bara nýtt. Einmitt? Já. Þetta var leikur 2. Við viljum að kíkja á ördu skilabúðanum og kíkjum á leik 3 eftir smá.
Og velkomin aftur, leikur 2. Já. Hvað fannst ykkur? Mér finnst það góður. Já. Pínu svipað á leikur 1. Wish, svona, aðeins öfri í byrjun. Felldu snemma. Aftur. Kristo á topnum, vinnur leikinn. Já, hann var challengear á hæggrundinu. Já, hann var ekki komin Sveimari 67 eða hvað hétt hann tók það bara til að byrja með, sko. Já, hann var ekki komin alveg. Nei, hann þurfti sína að droppa niður hana eftir smá, sko. En þokkalega framistæði hjá Kristo fyrstu tvo leikina. Hann í toppmálum. Það var geðveikt að hann myndi ná 3. Þetta einmitt bara sópa kvöldi. Hann bara komin bara á toppinni og hann klárar næsta leik bara ykkur starf í topp 5 held ég, sko. Já, ég hugsa það, sko. Hann getur hætt. Bara lagst í helgan stein bara. Sleppt þetta í viku. En það sem voru þetta saman náttúrulega stigum yfir öll mótin og alla keppninu og alla leikina þá náttúrulega vill ekki hætta neitt, sko. Nei, hann er að farma stigum, sko. 50 skell, sko. Já, hann er núna bara að horfa á okkur. Já, ég meina ef að þið myndu fá okkur 50 skell bara laðið nokkur right now. Já. Þarft að eyða honum. Þarf ég að eyða honum, bara í dag. Svo bara verður að eyða honum. Skins í Fortnite. Fjárfesta eins og selja hann eftir 10 ára. Kemur þetta ekki alltaf í vídeos? Í skinnum í Fortnite. Já, meina það selja svo bara countið. Það er bannað, sko. Nú ringi ég á lögregluna. Epic lögregluna. Já, ég ætla ekki að gera það. Þetta er allt talað um hérna í gríni. Við erum að tala um hjá. Hvað með þú? Ég? Já. Sko, 50 skell bara right now. Ég hugsa að ég myndi kaupa kannski bara annað headsettingað inn. Til dæmis. Það er svo leys. Það er ekki að vera að ferja þetta á milli alltaf. Já. Það myndi minka hausverk, sko. Það vissi það enginn fyrir nú sæðir hann. Já, ég þarf að áta þetta svo sem gert eitthvað í þessu. Já. Þannig gerst hlutinu hérna, ég þarf að... Það er rétt, við þurfum að láta heyra. Já, helst í beinni. Og það er líka geggja að geta að fara í fótabað meðan maður að kasta, sko. Hvað heldur að kosti stikkið? Þarna fótabaðs. Já. Portable fótabað. Er þetta ekki bara bal og heitt vatn, eða? Það er ekki nógu flott, sko. Nei, ok. Viljum við fá nudd? Já, það er bara nudd, sko. Já, svo sem, sko. Það er örugglega undir 50. Heldur það ekki? Já. Ég var farin úr skónum hann hinum við náðan. Þægilegt. Pælgið þið bara fara úr skónum og fara í fótabað. Fótabaðsnudd. Það var geðveikt. Koma út bara með mjúkar tær. Það var geðveikt. Koma heim, kona bara, þú varst ekkert í sjóarpinu, sko. Hvað varst þú að gera, kannski? Með naglalega hvað. Vel snill, það er bara lætið, sko. Það er bara manicure, sko. Það er alveg smá suspicious, sko. Já. Við hugsa að við erum ekki vinsælir í fyrstu 10 mínútur, við segjum bara neynir í því. Við erum að sína bara vídeotökningunar. Já. Við getum plata bara eitt sem er í production. Koma og græða. Við erum svona baknuttari. Já, þess að þið gerir ekki raskatann inni þannig. Nei, þeir mæta bara ít og rekk. Já, hlusta ekki á okkur, sko. Það er ekki svona hugmynd það við sem er baktilega þessu núna, þó við séum bara hana í eyruna maður, sko. Já. Nei, við erum náttúrulega bara að leita næsta góða spons til að sponsa þetta, sko. Já. Já, það er bara, við erum að tala um það og þú situr heima núna fyrirtækjaeigandi. Akkur ekki að koma með fyrirtæki sér þingað? Af því að ég er búinn að segja, ég er ekki búinn að koma með út til þess að breiða út. Nei, ég er að tala um ef þú ert fyrirtækjaeigandi. Ekki þá segja þú eins og ég segja að tala um mig. Ég er að tala um bara þú sem... Það snýst ekki allt um þig. Nei! Þannig virkar það bara ekki. Nei, þetta getur ekki alltaf verið hann, sko. Það virkar bara svolítið sérna. Hann talaði um að ná í sponsa. Ég sagði, ef þú situr heima og horfir... Þú horfðir svo djúpt inn í mig. Ef þú á peninga og fyrirtæki og hendaði nafninu út, komdu til okkar. Fortnite Ísland, Elko-deildin. Skulum tala vel um ykkur. Risarnir. Já. Strákarnir. Við hefum séð fjórföldun á fyrirtækjum eftir að koma hingað. Það er svolítið statement. Allt sem við búið að byggja í umgrunnu. Já. Þetta er bara ný fyrirtæki að byggja þetta. Nei. Síðan núna erum við að fara dætt í þriðja leik og stigagjöfun mæntalega er það Krissi. Nei, hvað heitir það? Krissi? Kristo. Hann er á efstu sæti og hver er í öðru sæti? Ef þú maður gíska. Sáum alltaf TikTok. Mögsi. Já, hann náttúrulega fær bara fullt af stigum fyrir að vera í öðru sæti. Hver var í öðru sæti? Hann var... Leik 1, mannstu það? Nei. Þannig að mann aldrei eftir öðru sætinu, sko. Nei, það gleymist. En þið muni hver var í öðru sæti í fyrra? Já, Kristó. Já, því það var barátta þar. Já, það var bara... Þeir voru að skiptast á. Og í alveg, 20 vikur, skilur við. Já, ok. Seasonið í fyrra var, sko, næstu 4 ár. Já. Svo langt. Það eina aða var bara 4 ár, sko. Já, andjóks. Nei, við vorum með hana fyrst var það 10 vikna, sem hann lendi í öðru sæti og... Það var rosalega langt. Já. 10 vikna mót. Spara sólós.
Svo aðrar 10 vikur þá fór að skipta og sagðist út. En hann búinn að fylla tankinn, útibísturinn. Nú? Hann fann í loftið. Já. Hann keypti Leikur pylsu. 3 gjör þig svo vel. Let's go. Eitthvað betra hljóð en þegar hann bípar? Bíp, bíp. Sko, það crazy óþálandi samt þegar þú ert ennþá downloada shaders og heyrir. Já. Nú veit ég ekki hvað Þegar það þú opnar leikinn einu svona viku, Já. þá ertu 10 myndir að komast inn í leikinn, sko. Já, minna. Ok. Kvoka. Alright. Hann með glætur. Hann lætur heyri í sig þegar hann lendir, sko. Heyrist þetta líka í umheiminum, skilur? Ég vona það. Já, Aha. ég held það nefnilega, sko. Ég held að þetta sé ekki bara hjá þér. Samt góð spurning. Ísar X að lenda svona næstu á sama stað og ég fíla. Ég hann aðeins meira til vinstri hann niðri. Já, hann á þínum heimastað. Já. Þetta míník? Já, hún rosaleg, sko. Það fyrir ekki að sjá hann á það? Já! Það alveg geggjað að taka svona helipad sem hægt að fljúga og þú getur stilt inn í loftinu á hofvarandi og verið með mínugun á hliðinu að bomba út, sko. Guðsvinn, ég held að þetta byssu sem vilja ekki í competitive. En það sástu engan með þessa byssu aðan, það voru bara shotguns. Fínt í þessu bug-breachum hins vegar. Hvað að gerast? Hérna ertu bara að farma. En hvað, gefur þetta eitthvað? Þú náttúrulega færið hann að C-rank bónusinn upp og þú færið loot þegar þú ert búinn að klára svæðið hann. Þetta er svona bug-breaching, þetta er svona í smá anda við ákveðin leik sem mann ekki nafna akkur núna á, sko. Já, þetta er eitthvað samvinna. Vesenni, það er sveimari. Nei, nú er leiðilt að Mögsi myndi detta strax úr. Og verðist verið bara leiðin út með að svara samt. Það verður erfitt að halda öðru sætinu á þessu braut og fyrstur út líka! Hérna er klippaðinn, Mögsi! Hann gæti samt búið til klipp úr þessu. Já. Klippt yfir í pófið hans núna, svona. Einhverju sad tónlist. Skellt niður á jörðina og metraða, sko. Já. Pakka saman. Já. Það er Jónas Geitinn. Þá er bara kvöldið hans búið. Snemma. Já, bara snemmi hátt. Hann er fyrstur. Hann getur bara hægt. Já, hann er bara fann að sofa. Já, það er hátt að tími. Já, skólamorgun. Ég er svo vanur að koma 6 leikjum í röð, sko. Já. Gerið það þannig í PUBG? Já. Hver leikur eru 20 mínútur eða eitthvað? Kisla. Það var vakk. Við vorum að lenda oft í fyrra, sko, þegar Þjarkur var með okkur sem var elsti spilarinn. Þá var hann bara hátt að tími honum. Já. Hann sýndi sér smá í blöðurunum hann og svo fór hann bara heim að lúla. Það var hann þreytið þegar klukkan var meira en 8, sko. Ég skil það alveg, sko. Já. Ég held að það þegar maður er komin á aldur, sko. Já. Það var svo reyngur löður sig. Kristó hérna með leikmann fyrir neða sig, eitthvað að reyna að spjalla við hann. Þetta er Hjálmur. Og nú spennandi að sjá ef Kristó fellur niður að ykkur fær sjans að komast aðeins hærra upp á stígatöfluna. Nei, þetta er Kristó. Þetta er ekki sami Kristó. Þetta er ekki topp. Þetta er samt sá sem var í öðru sæti í fyrra alltaf. Þeir eru báðir mjög góðir, sko. Ok. Kristó var alltaf svona jaðar við 3. sæti. Ok, þetta er Kristó og Kristó. Jeps. Ok. En maður hefði svona haldið að Kristó myndi bara taka toppið þess að Dena sér ekki með. Já. Þetta er ekki búið. Þetta er að meta hann fílar ekki um 2 shotguns. Aron X, minn maður, tekur út F.A. Þorra. Hann fljótur að byggja hann upp. Já, hann er alltaf alveg að lúmska sig hann upp. Það er Gunnar. Hanni. Þetta er vinnuðinn. Gunnar stattur núna undir nafni. Nico er ekkert eins mikið að drífa sig að byggja upp eins og Fylkir Gaming hana. Er þetta ekki svo að kenna fylgismönnum, er bara að byggja hann og byggja meira? Já, við erum, það sem ég var að kenna fyrir 3-4 árum. Það hefur skilað sér. Það verðist þér að, var Gunnar í því teimið? Nei, hann er nýr. Ég væri nú að ljúga ef ég sagði núna. Ég myndi minna öllu nöfni sem ég myndi þjálfa. Hver er einasta? Ekki ég. Ég er hrikalega með nöfn og ég mun ruggla svo Kristó og Kristó forever. Ég allan veitur. Já. Vestri byrjaður. Nei! Og þetta var enda geggja play hann, eitthvað geta djöðl. Er Jónas er í bullinu held ég?
Hann er í vesenni, hann er með eitthvað hýla. Gunnar var tekinn. Þú ert með ekkert líf eftir. Í stórmunum og það er Kjötadöð geta djúfur eftir. Væntanlega hérna á einu grænum og þannig kemur það. Kjötadöð komið 1 kill og gengur bara ágætlega þannig hjá honum að taka út. Það eru fleiri kill sem detti út á sama tíma og við vorum að horfa á þetta. Viss, var hann að taka einhvern út? Viss tók einn á hann og Gunnar var felldur. Gunnar fylgir þá eða? Já, það er bara einn Gunnar hana, eða ekki? Jú. Bjarki Panda, við kölluðum hann sko, hann er í fjölni, en við kölluðum alltaf fjölskyldu Bjarki. Það byrjum með því að kalla það Bjarki Bánsi, sko. Já. Og hann lítið okkur heyra það. Já. Það er svoleiðis. Já, við hefum bara lestur frá hann. Já. Þetta er Panda, sko. Hann hætti ekki, sko. Já. Meira svona. Gnar kom með felluna, setur í dansinn. Aron, hvað heitir þú í leiknum? Já, hvað er gameattacksin eitthvað? Sko, ég er svo leiðilegur, ég er bara Aron Fannarsson. Nei, ertu ekki Aron? Aron fann að vissulega. Með tvöfaldar? Já. Þá ertu ekkert leiðilegur. Og Quaker. Það er hérna fínu killi. Það er ekkert Gunsi B, sko. Nei, ég er Gunsi B, sko. Gunsi B. Já. En þú? Ég er The Snapster. Já, og þú bara tekið og pakka saman hérna, það er mót ekki. The Snapster, það er gott. Já, annars er það svona, for short, það er bara Snapster. Snapster. Já, hvaðan kom það? Það, ég veit ekki, ég var alltaf gramsa að fara á milli einhverja kjánarar nafna. Loksins ákvað að fara frá Snap yfir í The Snapster. Snapster, þú ert múin að vera það bara í öllum leikjum? Já, alveg 100%. Seifur á tilan. Ég var húðskammaður af Aroni af því að nafnið mitt í Counter-Strike var Gunsi. Já, ég var ekki ánægð með það. Ekki Gunsi B. Æ. Þannig ég skipti. Þú ert ekki húðskammaður, þú ert hundskammaður. Já. Ég þarf bara að taka þig bara í kennslutíma. Já, ég þarf... Það er að vera húðskammaður, sko. Já. Það er belti. Ég var ekkert hár í íslenskunni í menntaskóla, sko. Nei. Kast á fæðu grunnskóla. Örgulega verri. Gabbi, nær hann að Gabba. Hver er það? Sigmar, Soulbæ Sigmar. Ja, Soulbæ Sigmar er svolítið að fela sig hann inni og Gabbi er að lemja niður veggina með múrsteinunum sínum. Hann er komin inn. Fær einn sjokkun. En Gabbi, þetta er ekki... Þetta voru að klára það. Gabbi. Þú veist hvað það var þægilegt að skynna? Uno reverse, sko. Með líka, sko, venjulega Fortnite skinnið. Hvað finnst þú hann að roka? Hann er bara með 2 pumpur alltaf og double pumpa. Það virkar ekkert, eða? Ég er bara ekki viss, það virkar. Þeir implementuðu á afturna í dag. Ekki bara með hérna sér ammo, eða sér klippu. Jú. Það var það í gamla daga, það gæti verið með 2 pumpur og svissað á milli. Emitt, á þess að pumpast eitthvað. Já, fækst svona einstans. Þannig til við nörðuðu það. Svo implementuðu þeir aftur eitthvað þegar kom eitthvað svona OG season. Já. Hvort ég heldu því, veit ég ekki. Jú, það er hægt í OG. Já, ég er að tala um það hvort ég heldu því þessu ef ég ekki alveg klárað því. Já, nei, ég held að sé ekki hægt. Okay. Síðan er þessi, með þessa flösku, hann gefur hann smá þetta múmusbíl sem hann er að lita á. Já. Það er svona að hann taka létt að því. Smá sopa. Smá sopa og byrja hann að fljúa meira. Eitt sjús. Þetta er eitthvað moment sem ég get ekki gert. Hann voru skipt skinn. Já. Þetta er eins og allir Fortnite-spilarar að vita. Ef það gengur illa, skiptir bara skinn. Já. 100% sko. Það er bara svo nýr. Já. Endur stiltur. Hann er með hann eitthvað risa djús. Með 260 eftir. Það er ekki einhver stærri típan. Já, þetta er 2 litra. Já. En segja, hann er bara með 100. Þetta var líka svona djús. Hann fær líka ekki múment af þessu. Nei, ég held ekki. Já, meinar. Jú, hann fær það. Hann fær það bara, víst. Það eru bara þessar, þetta er partíflöskunar. Það er allir með þessar partíflöskunar. Já, eðlilega að það gefið múment. Þetta er eina múment í leiknum og þá. Það læti einhvern veginn að fljúa eða hoppar, sko. Tíma ekki að klára að híli með þessu, sko. Ég veist, það var spurningu, er það að nota þetta sem híl eða er það að nota þetta sem múment, sko. Þetta er múment. Meira múment en líka híl, sko. Þetta er gott híl. Það er að elta Steina. Hann er í harðri baráttu að hlaupa í burtu. En svo fyrir hún núna, það er bara multitask. Ég veit að við kallmennir eru ekki mjög góðir í því, en sjáu ég núna. Aron X. Actually mjög vel, sko. Hann er á eldi, þráka. Herðu, Vissir aftur farin. Nei. Hann er bara snell í háttinn.
Já. Já, það er hérna, þú veist, það mun ganga betur Ég held líka, þegar hann braut músina núna. Þegar hann braut músina sína núna. Já. Það er ekkert ef, hann gerði það. Já. Það er bara beint að vakna snemma, skóli eða hvað hann gerir. Já. Beint í Elko. Og kaupa nýja mús. Kaupa nýja. Já. Enda faraði ekki ódýrar mús heldur en í Elko og eins góða. Nei. Það er alveg stöf þar, sko. Þeir eru góður. Pældi í downfallinu samt hjá Wish. Það var á toppnum í leik 1. Já, í korter. Já, ég að segja það. Herðu Svali, hann er á 4 bjóð draum. Hann er ekki fallinn, ég lofa þér. Hann heldur sér á lífi. Ég lofa þér. Ég veit ekki með það, sko. Jú, ekki vera að lofa þér sem að ég lofa þér. Þetta er 1 skot, sko. Ég lofa þér að hann heldur sér á lífi. Lokaði þið bara inni. Hvað ertu að gera? Hann er í vitleysunni, sko. Þetta er bara... Það er ljótt að svo ekki lofa, sko. Akkur notar hann? Núna var ekki... Hann á eitthvað smá sénsinn og núna með smá síld á sér. Gæti gert eitthvað skada. Já, kemur þriði maðurinn og hjálpar honum. Þetta getur hann verið rétt hjá þér. Já, ég er að segja það. Svali. Jú, hann er bara ennþá ferskur. Núna þarf búballíkur bara að fara. Nýttu þér það sem komið þriði maðurinn. Og gunna þér. Jájá. Hann þarf að finna eitthvað hvítt í. Það er fínt þegar hann er þessi með slörp í dósunar, góður á því. Það er líka smúmins býta því. Hvernig er það? Ef þú ert með þetta í reynst á óvinninu, hílar hann líka það? Já. Já. Hann er bara að vinna með double shotgun, það er hægt. Já, er það ekki? Það er bara mythic eitthvað. Það er kannski öðruvísi þar. Já, það er þessi mythic-byssu sem komið. Já, það er samt eitthvað delay. Það er hvað? Það er að sína einhverja. Dr. Hagen hérna með smá pressu. Hann er með riffilstrákar. Já, ég skil ekki okkur það er ekki lenskan, sko. Nei, Dr. Hagen er ekki búinn að vinna í kvöld, sko. Dr. Hagen, þú verður að fylgjast með. Það var bara komið með tætnar upp á borð, sko. Slaka á. Það kemur double pump shotgun gæjan hérna á eftir honum. Hann held hann hefði farið upp. Gabba hann. Og vont að vera ekki með þessar shotguns þegar þú ert bara á móti þessum 2 shotguns. Hann er alltaf með eina hann að... Núna var ég að dundri með þetta gós, sko. Hann sér hann. Þriðja eða mæta? Já, það heiti ég öðrum hérna. Hvað er hann að gera? Er hann búinn með maður? Og það skilur hann að þetta er eitthvað skrítið hljóðina hjá okkur. Já, það er eitthvað. Já, þessi Þetta verið sikkurt hérna hljóðið á sikkur skjánum. Dr. Hagen. Hvað gerist þarna? Hann var ekki að fylgjast með. Hún hefur klæjað nefið eða eitthvað. Hann er nött, Nico og 2 aðleikmenn eru von ykkur öðrum að berjast í þessu litlu klasa. Aðeins betra andinni en á hann er nátt Nico. Hann er með meira líf og skjöld og Kristó er okkarlega málur líka. Hann er á milli 2 leikmanna. Bygsur út. Það er bygsur af fyrir sig en hann er komin út úr þessu klasa hérna með hinum 2. Þetta er einmitt ástæðan hvernig ég myndi vilja vera með AR frekar. Hún getur bara að sprayja þetta. Ég myndi örugglega alltaf taka AR, sko. Það ekki? Jú. Hann meði líka alveg 60 eða eitthvað í haus. Eins og sjáu þá er þetta Bugfixes með eitthvað lút. Og þetta er þetta nýja stökki sem ég sé sem með One-Times með 5 mannir. Það kemur þetta hérna AS-rank system. Ég hef ekki séð það yndislegt anime sem er samt að gera grín á öllu anime. Ég hef ekki séð það. Já, þetta er svona loomst entry level anime þar sem gerir gett mikið grín á anime. Já, ok. Þú séð það? Nei, ég hef aldrei hótt á anime. Nei, ég var þar sko og síðan fór ég að horfa á þetta sko. Aha. Já, mér fannst það svo fyndið. Ég hef samt oft heyrt það þessu, sko. Hvað heitir þetta svo? One Punch Man. Skönda til gæðin þetta með öruna.
Ekki sköllótti gæði með Jú, það er svo sköllugurinn. Ég sé það. Já. Ekki krakki. Nei, er hann gaur? Nei, þá þú ert að tala um Avatar. Og það er alls konar byggingar að fara sundur hérna og Ætlisto er í vondum málum. Gæti bara verið í vesenni. En það er svona... Hann er búið með allt, hann er í ruglinu. Hann á 0. Það er einhvern veginn tróðið sem niður, hann er mjög heppinn. Hann er með þess að jump pads til þess að skella sér í burtu. Aron, nafnið þinn er fallinn. Nei, hann er búin að gera gott mót samt. Fældi 2 á áðan. Það er nokkuð stið í bákan. Sko, Ætlisto, með það hann sé ekki með neitt, hann verður að drífa sig, sko. Sástu hvað hann gerði þið? Nei. Hann hoppaði, snýr sér við og sprengdi hann. Skaut í hann, þannig að það var ekki hægt að nota hann. Já, ok. Ef einhver ætlaði að reyna að elta hann. Þá gæti hann ekki notað það sama. Svona advanced, sko. Hann er alltaf þetta var 300 IQ, sko. Þetta er svolítið svona min-max, sko. Þetta er svona það sem að sker á average yfir í þá bestu, sko. Nei, sko, það er litli hlutir. Já. Það er ekki bara hvað góður að fela það baki veggina, sko. Nei. Til fleiri svona litli hlutir sem maður kann þá. Þetta mun alltaf skilja sér. Alltaf betra. Það mun alltaf skilja sér einhvern tíðan. Eins og þú sást, það var ekki með neitt til að byggja. En það er 16 lifendur núna, það er aðeins fleiri voru heldur þegar hringurinn er svona stór ennþá. Og ég meina, fyrir það bara er ekki allir að fara að fela sig bara núna og býða hringurinn minnka aðeins meira. Ég ætla bara ekki að þóra að lofa því. Með að hvernig þetta er búið að spilast þá kemur mér rosalega mikið óvart. Já, það er ansi meiri aksjón núna heldur en að vera senst leik til að byrja með. Af hverju hlærið þú? Við varstu bara fyndin. Ertu að hlæja mig? Já. Eliminate by Steph. Runnakallinn. Ansi slagur. En það er ykkur leikmann á hann hliðina á hann, ekki? Solberg Sigmar alltaf bara að rocka þessum puttum. Ó, ja, eðlilega, ef hún doppelpappa, sko. Hann eldir. Yes, sir. Það er eitthvað fyrir hátt, maður. Hvað var bara max sæta? Er þetta eitthvað það sem hann er með þarna gullstæmið? Já, hann hefur vökvað sig hann áður en hann fór úr jumpallinn og... Já, ég er að segja. Það gefur eitthvað ekstra mikið, sko. Já. Hann getur bara verið hann í kort. Hann er eitthvað slagur, sko. Alright, hann tekur hérna aksjón leið og hann lendir og þá byrjar byggingabardan. Það verður að skjóta það hann sikur áfinni. Æjæjæjæjæjæjæj. Smart takkur. Sveimari er að hakka bygginguna í sig. Hann er að fá bara líf bara núna með að standa bara. Hann er með eitthvað svona... Þetta er svona buffing flaska, sko. Já, ætla hann sé með einhverja svona Metallica, hvað sem þetta er. Já, Metallic. Já. Metallica. Dung, dung. Dung, dung, dung. Hver er í hæsta rankinu á mappinu? Ha? Er það einhver sem er búinn að drepa mest eða er einhver búinn að drepa flest pöddunar? Það er góð Hann er spurning. Chris Stowe, eða ekki? Já. Sigurvegari kvöldsins. Wow. Já, ok, það væri lægra þetta. Hann er búinn að vera svona bara frekar þægilegur, sko. Já. Hann láta hann að Æ, Kristóti voru bjargað pöndu við hann og sé það innan til að... Ah. Það er styttra síðan, hann kom hingað í settið Gunnar, aldrei en þú. Heldur það? Já, það er. Ok. Hann kom hingað í fyrra. Kom ég ekki til þeirra? Þú átt að spila. Ég er að tala um í season 2 er unni þannig að... Já. Seinni 10 vikunar. Nú fer að þrengjast aldeilis hérna á leikmönnum inn í hringinum og
eins og sjá, það eru bara 12 eftir en ansi þétt svitið og nú þegar hringurinn síðan að loka sko, þá fyrir hann að hræfa síðan væntanlega aftur. Spurning hérna, hver tekur hægrandið? iCrystal eða Kristó? Hann hefur verið duglegur að taka hægrandið. Þú ert ekki að fatta, það er Kristó. Kristó. Kristó, það er seturna sko. Kristó. Ok. Ég var til að heyra hann segja mér þetta sko. Það er ekki aldrei við það, við vitum ekki hvernig hann gerir það, við viljum bara halda þessu svona. Það er svolítið þannig sko þegar maður er að kasta að þú verður bara að leiðrétta ef þú ert eitthvað ósáttur. Og við tökum svo ákvörðum hvort við hlustum með þér. Já, heila þannig sko. Hlustum sjaldan sko. Kristó. Hann er ansið slagur að nota third person viewið og kíkja hvað er hann úti. Þetta er Steffi tekinn. Æ, Kristó er á heldi. Hann er búinn að ná að vinna sig alveg rosalega. 3 kills, 1 stöf. Nær hann að fá fullt af byggingarefni. Það eru 3 stig. Mætti vera 5 stig fyrir kill sko. Já, það Eru 3 stig? Það er ekki bara 1. þú fær bara 1 stig sko. Hann er með 3 ár. Já, skilji. Og einu sem er 3, hvað mikið? Það 3. Já. Og sárt að vera með 15 kill, samt ekki vera með, og lendi í öðru stöðu, samt ekki með störstu stíg sko. Já. Nei, á djöks. Það er rosalega munur. Og negla hérna! 180. Það er ekki bara mesta sem er þetta að ná. Ég bara... Með blárri. Ég hugsa það. Þægilegur að fá núna en allt þetta. Þetta er það sem við að tala um. Kristó er núna komið með bara maxið. Einmitt, og hann getur bara að fara upp á toppin núna að byggja sko. Já, hann er bara í toppmálum. Ekkert að drífa sig sko. Það er með valkvíða. Nei, Sveimar virðist alltaf skora án og hægra án. Sveimar líka þetta skilði. Fellur aðeins niður hana. Sleppu við damage. Já, þetta eru 2 hæðir sem er að vinna með hérna. Það er toppurinn og þeir bara hverfa. Ákveða báðir að gefa þetta. Það er nú að rósa production teiminu hérna með drónaskotið. Já, hann er með fjastringur sko. Já. 9 eftir. Jú, ætlum að vera ekki að hrósa en líka þeirra inni. Jú. 1 hrós á dag. Já. Þá eru við glaðir. Þá er þetta svolítið spurning hvað hringurinn ætlar að enda næst og hvað Það einstu er hringur til skemmtilegt að enda svona ofan á fjallinu. Já. Svona, virðist ætla að gera. Það er rosa parta hérna. Wow. Bara vel gert hérna. Kristó. Mikilvæg fella fyrir hann þarna, svona seint í leiknum. Þá er næsti hringur staðfestur. Sóni fyrir að hreyjast. Gott rotate hjá hann. Kristó er í vondum málum hérna. Nær líklegast að hýla sig eitthvað upp. Ekki vera að pressa á hann. Það rotate hans. Sniður að nota þakið þarna líka. Með alla þessa tækni. Já, hann hefur gert þetta einu sinni til þessari maður, það er svo mikið yfirst. Jú. Menn eru slætandi að byggja sama tíma vekk fyrir fram þessi sko. Þetta er alveg að þessu lefni sko. Svo sem þið sett ekki PUBG. Haldið að væri mót. Allir var að spila í fyrstu kisti, það var að fyndið. Nei, mitt. Pappamót eða? Þú veist, vera með building og þetta movement í PUBG, það væri alveg hrikalegt sko. Og nú er Emlist Steff komin aðeins. Nei, var Sigma tekinn. Ég mér sýnist það, jú. Hann var búinn að vera skemmtilegur í þessum leik. Já, þetta verður að vera lenskar, ekki bara refsað fyrir að vera skemmtilegur. Já, það er svo þannig. Sveimar er komin alltaf langt maður. Hann var í bullinu hann í smá. Næst hann skjóta sér aftur inn. Þessi jump-heads eru crucial, hann er ekki með neina fleiri þannig. Þannig að núna þarf hann að vera svolítið slagur sko. Hann er með 15 líka builds, hann þarf að hugsa hvernig hann ætlar að spila þetta. Halli bliki tekinn út. Hver á fylg? Já, var það Halli? Já. Og Sveimari, Kristó er á eldi í þessum leik. En það er Svali! Það var Kristó bara komið með toppinn aftur eins og hann gerir í senustu 2 leikjum. Kristó. Æjastir. Nei, Svali tekinn, Kristó tekur hann. 4 eftir. Það verður áhugavert að sjá ef við náum að fá að því að Kristó er sennilega gæinn til þess að svara Kristó. Já. Og þá... Steff er í rugluna. Og Kristó er komið niður.
Ikrista tekur bara, sér það og fer bara upp. Já, hann er svolítið beila bara. Tekur hægrandi. Krista, spurning hvort hann hafi aðeins miskilið. Steff næri einhvern veginn að grafa sig hann inn, hann er samt í ruglinu. Já, hann er tekinn. Ikrista tekur, vá. Þeir fara bara í fullan as. Samt að svara ykkur leiti. Nú þarf Krista alveg að fara að gefa í. Þetta er svona þeir sigur stránglegustu. Oh my god. Jesús minn. Hann bara ætlar ekki að falla. Hann er að fá hérna fullt af lífi. Hann er bara næstu komin í fullt líf strax. Hvernig gerist þetta? Spurning hvort að Krista ætla ekki að reyna að heala sig líka. Hann á 9 builds. Krista hann niðri komin bara í fullt líf. Hann er búinn. Já, hann er búinn. Hann hoppar niður! Nei! Og Krista! Hann tekur 3 röð, Oh helviti. my god, sko. Hann hættir ekki. Herri, já. Þetta er núna leikur sem hann átt að tapa, sko. Hann átti að tapa þessum. Hann neitaði degi hann að 3 sinnum, sko. Já, alveg bara, Vá. Vá. við fíla líka. Þetta er búið, sko. Vá. Góður fucking leikur. Góður Hversu Megum eitt. Megum eitt það ekki. Já. Hversu langt á tóknum heldur hann að sé maður? Hann er komið með ágætis forskot, Ég sko. meina, hann er með hvað, 64 stig fyrir 3 leiki. 65 fyrir hvern. Já, fyrir hvern og síðan er hann með nokkuð kilsinni í þetta. Já. Ágætt, sko. Held að sé, hann fer Hann er hátt í 2. hlæjandi í svefnin. Já. Drefur yfirlega 190 stig, sko. Já. Þetta er nær 200. Ætla að fara í 200 múrin strax í fyrstu umferð. Ég menn, jú, hann hlýtur að gera það með 65 stig 3 sinnum, sko. Já, það Þú er skilst. 195 fyrir stíin. Hann er með 4 kills annars, sko. Já, hann er komin niður. Þarf að vera með fleiri en Hann brýtur 200 múrin strax í fyrstu umferð. Heldur betur. Það ætti að vera eitthvað svona Guinness World Record að mæta hérna. Já. Brýtur 200 múrin í fyrstu umferð. Hvernig er það? Við erum núna bara að halda okkur í tensum í allt kvöld. Tensum. Ég er að búa til orð, sko. Ég vinn í sjóvarpi, sko. Spennið. Já. Spennið. En hvernig er það? Eigum við ekki til stigatöflu eða? Engin stigatöfla, þannig við þurfum bara að giska og segja ykkur Það annars. eigum við ekki fá neitt. Við þurfum bara að halda ykkur í skefjum alla vikuna. Fáðu bara að vita það í næstu viku. Eða bara halda út allt mótið. Já. Jú. En við ætlum að henda okkur í örstu drauglýsingar, Svo kveðjum svo gerum við upp kvöld hérna með ykkur og svo Já. fyrir við heim og svo. Alltaf peace.
þú ert ekkert með í öxlunum. Já, þetta félur. Og við erum komnir aftur. Og hér erum við að ekki hugsa um það. Og hvað segir, það er núna komið að lokum og hvað? Það hefði nú verið skemmtilegt að vera borin í og við. Það hefði verið alveg eftir því, sko. Þetta var skemmtilegu fyrsti dagur í Elko-deild. Já, bara gaman að byrja hérna með stæl. Kristó ætla bara ekki að gefa neitt eftir þér. Hann tegur ekki sátt að hann var í 3. sæti í fyrra. Nei. Já, hann var í 3. sæti í fyrra. Já, Kristó var þegar. Kemur hérna með læti. Búin að vinna núna 1/4 af leikjunum. Það er rétt. Já. Bara strax. Basically, sko. Hann er bara búinn. Það er staðreynd, sko. Sæll. Og það er nú minna, þetta er svolítið greið leið í rauninni ef hann heldur bara áfram smá svona middle stage. Já, en það hlýtur svona einhver, eins og Kristó, hann gerði rétt í 3. leiknum að skora á hann uppi. Já. Það verður bara eitthvað að gera það. En það er svolítið lenskan, og ég held að vera lenskan, svo sem er komin á topp að vinna alltaf leikin. En það skorar enginn á þetta. Nei mitt, ég sé það að það er bara yfirgnægjandi hvað það er sterk staðan. Sko. Það virðist líka enginn vera, já eins og segi, það er enginn að skjóta á eða reyna að brjóta niður, það er allir einhvern veginn bara að hugsa sig neðis. Já, ég skil það ekki, just, í það minnstakosti að láta hann blæða byggingarefni, sko. En það er samt svolítið þannig ef þú ætlar að gera það, þá er þú líka að riska, missa svolítið mikið. En þú veist bara, samt smáður, þú ert niðri, þú veist bara að það er yfirgnægjandi líkur og þú vinnur ekki leikina út af þessum gaur þarna. Nei. Ég skilði sko, þetta er samt bara eins og í Squid Game, þú veist, þú vilt ekki vera fyrstur að hoppa á glerdæmi. Nei, ég fatt á konceptið, skilur, en... Þú veist, ef þú ert fyrstur að challengea, þá er mögulega skotið á þig, þú eyðir rosa mikið af byggingarefni. Já, en þú þarft alltaf að taka sénsinn til að vinna, sko. Já, já. Eða þá bara reyna að byggja þig upp líka til hans, sko. Já. Í það minnsta. Ekki gera ekki neitt, sko. Nei. Sérðu eitthvað að segja eitthvað? Það er rétt. Fyrir ykkur krakkana að þetta er góð leksía. Já. En fyrir ykkur æstu sem vilja vita stigatöfluna, þá er hún að koma á Discord á morgun. Já, mér skilst það. Já. En annars munum við fara yfir þetta allt. Já, við munum krefja þetta svo við getum næstu viku líka. Já, þessi stigatöflurinn sem gerir Discord eru fyrir þá sem er að spila og þeir kannski geta fengið aðgangið að hannu. Ég er ekki mikið fólki út heima í sófanum sem er að fá að sjá þetta. Jú, nefnilega, það er alveg 800-900 mann sem þörfur, sko. Einmitt. Það er endur alveg ágætið stað. Já. Þannig að ef við getum fyllt 900 mann á lobby, þá væri ég mjög ánægður, sko. Já. En ef þú ert samt æstur heima og vilt vita hvernig kemst maður inn á þetta Discord? Það er bara Fortnite á Íslandi. Já, bara ferna á Discord og skrifa Fortnite á Íslandi? Já. Ég held að virki þannig, ég veit ekki alveg klálega. Fortnite Ísland, kannski? Fortnite á Íslandi. Fortnite á Íslandi. Yes. Þar finnið þið allir helstu upplýsingar og móti og stigagjörn sem kemur út. Þar erum við líka bara upp bara hægri vinstri, sko. Það er allir linka þar og allt sem við þurfið. Já. Hægt að skrá sig ennþá. Já, endilega. Og guðan að bænum, ef þú ert að horfa og vilt spila, það er ekki á seint, sko. Nei. Ég meina, það er nóg eftir ef þú heldur getur tekið hann að Kristó. Eðast, ok, hann vann 3 leiki í kvöld. Sem myndi detta út snemma eins og Wish. Wish er örugglega mjög neðarlega, sko. Já. En þú veist, ég er líka bara, það er aldrei, þú veist, segjum svo þú kemur núna, ert ekki með björnsinn að vinna, en þú æfist svo rosalega á þessu, sko. Já, þetta er rosa mikið reynsla. Eins og við sáum bara þegar við byrjuðum þetta, hvað, þú veist, þessir gæjar voru ekkert svona góður fyrsta kvöldinu, sko. Nei, það er rétt, og það sem ég finnst skemmtilegast er að spila á Íslendingum. Já, það er líka ógeðslega gaman, sko. Já. En við ætlum bara að kalla þetta gott, klukkan er margt. Einmitt. Við erum gamli kallar, við erum frá að sofa. Já. Að vinna á morgun, að 3 dagar á morgun. Já. Nú vil ég bara takk fyrir mig. Já. Einmitt. Og takk fyrir mig og bara takk fyrir að vera með ykkur strákar og... Ljósin farið niður og... Já, þú hefði þó bara búið að slökka á. Við vorum alltaf lendið því í fyrra og bara slökt, sko.